Jæja, þá komið bara næsta nýðhögg. Hvað er þetta? 44? 44. 44. Top 8 eins og Djöfull er alltaf. góð land. Herðu. Nú erum við að þeirra stilla hérna upp, sér upp hérna hinum megin og... Erum hérna komin í top 8 winner's side. Fyrsta matchið hérna hí á móti Moon. Mjög sterkir spilarar. Báðir búin að vera hægt og rólega að rísa upp rankin, sko. Hvað skiptir sem þið mæta? Moon kannski minna hægt. Nei, þú veist, með við það að hann mætir ekki það oft, þá er það frekar hægt. Ok, það er hægt að segja það. Nei, Moon er búinn að taka gríðarlegum framförum hérna undanfarið. Það er Vanquish núna online. Dan þarf að fara að passa sig. Þegar hann mætir. Já, því miður gátum við ekki haft núverandi championin. Það heyrðist ekki í mikrofónunum eða eitthvað? Mínum. Það heyrðist ekki. Allan að það gæti verið eitthvað bara í gangi þarna og þú voru að kíkja bara á það. Allan að höldu bara áfram eins og þú heyrist í þér. Það er allan að hjá hérna, byrjaður hérna leikur. Ok, næra approach með L-kontin en er bursted út. Já, hann næra ekki að dashblokka bissan, þetta er svo... Ó, hann er ekki með fókus. Þetta er tíminn til að ráðast á hann. Hí tekur allt advantage-ið. Þetta er real-turn. Ok, nice. Blokkar ekki yellow room í cancel. Ó, ok, þannig að hann er komið strax með 2 ný skot. Wow, 3. Wow, hann er búinn að missa aftur fókusið. Ó, flott jump. Ok, næra að þróa hann hérna. Ó, hann burstaði. Helviti mikið hero burst. Mjög mikið hero burst þarna fyrir svona mjög erfitt situation. Hann greinilega tekur svona eftir þér í því. Hann erfir það frá þér. Já, ég er vanlega að gera það ef ég held að ég get actually unnið. En já. Þannig að... Ok, næra hann hérna með focus shot. Nei, nice, ná hann over. Já, ná hann over headinu, tekur hann hérna yfir í næsta. Gott counter hér. Close slice hérna. Beint inn í vegginn. Ekki clean hit. Því miður en, þetta er samt gott damage og knockdownið. Nice, flottur. Strax við 6k-inu. Ok, börna sér út úr counter hitinu. Hann þarf að vera patient, dash block. Já. Ok. Næra hitt hann með lóinu. Það þarf að þurfta bursta þarna, það var ekkert annað í bóði. Hann hoppar hérna í, það er air thrown. Nice air throw. Og strax inn í throwið. Wow. Tók heldur mikið lífa af honum. Ok, sjáum hérna. Gott round start hjá honum, 2S. Það er erfitt að takast af þessa byssu, sko. Nice throw, komin í hotnið. Þetta er ekki góð staði fyrir Happy Chaos að vera. Hann hefur ekki mjög mikið að tónum til að koma sér út. En hann náði að finna það, hann fann svarið. Úr horninu kemur hérna hí í, þannig aftur í. Nú er hann búinn að snúa aðstæðinni við. Nice, ok. Nei, hann næði ekki að confirma. Þetta er ekki gott. Hann náði að halda sér safe. Og hjálpstæl stepp inn í throw, þetta er klassíst. Ok, hann þurfti að fókusa. Gæti ekki tekið på... Skýtur hann úr loftinu, nú þarf hí að passa sig. Það getur ekki airdash, það má ekki... Og fyrsta match tekur Moon. Það má ekki airdasha. Þetta er svo hættulega, sko. Það má ekki hoppa á airdasha hann á mótunum, það bara er ekki hægt. Það er ekki... Ef það er svona lágu lífi líka, bara, þú veist, þú getur ekki verið að taka sensinn. Þetta er... Þú verður fyrst að vera vissum og sjá var hann hoppa eða eitthvað. Þú verður bara að vera á jörðinni. Og bíða, þetta er bara að bíða, þetta er eins og að spila mútið Asuka. Þú veist, málið er, Happy Chaos þarf ekki að actually committa að því að koma að því. Hann þarf þess ekki, hann getur það, en hann þarf ekki að committa að því að koma að því. Nice cross-up, því miður burstaður hérna út úr góða hitinu sem hann fekk. Ok, hann ákveður ekki að fara inn. Interesting. Knockdown inn í focus super. Hann er bara að blokka, hann veit ekki hvað hann á að gera. Er counter hittina. Það er bara endalist pressure. Thrown. Býtu nú við. Hann byrjaði ekki að S. Nei, býtu, hann catchar back airdashið. Það var airdash S þannig. Þetta var... Næri hérna með jump slashinu. Hann hérna öðru round. Ennþá með 3 skot, hefði getað haldið meira áfram. Með sterkt momentum hérna. Býtu. Þetta er gott counter hit. Ok, inn í vegginn. Nei, hann droppar hann aðeins í lokin. Grændi skilingin aðeins svo mikið.
Ok, en nú hann aftur komin í horn. Næra hann þá róa hann úr, býtti hvað? Já, þetta er punish. Hann úr forslashinu. Já, þetta var punish bara, þetta sagði punish. Þetta var ekki trú greinilega. Já, þú verður að passa þig á þessu sko, því að hann er að whippa en hann er ekki mínus. Það er hérna wallbreakið. Já. Búm. Hvað er svarið? Það er jump to K. Blokkar hæg. Hann er að blokka hérna jumpið. Nice. Ísar hann úr approachinu. Ok, hann er með curse á sér. Þetta er hættulegt, þetta er hættulegt. Þetta var ekkert. Hann er ekki með fókus. Hann er með fókus Nei, og Rod DP kemur honum hérna og lætur hann tapa hana. Moon finnst mér vera mjög góður í að beita akkurat þessi DPs frá honum. Að hoppa og backdasha og vera einmitt át á range. Hann lætur í þess að hann ætlar ekki committa að einhverju. Einmitt. Jumpinni eða eitthvað og svo bara er hann out. Það er þess að gera svo hættulega. Hann er mjög góður í að þykjast að committa og svo low committa. Þetta er scary sko. Ó nei, aðeins svo plus á þessu. Sjáum þetta. Focus super. Hann er með á 3 bullets núna. Það er alltaf sensitil að hann hlaupinn. Nice. Lætur hann en nær ekki að confirma úr 2K-nu. Ok, hvað er það? Bittu, nei! Grey Hihi tekinn hana úr 2H. Hoppar yfir DP-ið. Hann er að panika smá hérna. Já, og það er wallslump fyrir okkur. Já, nei, ekki, hann vill ekki sína okkur wallslumpi, sko. Nær hann þarna með slashinu, þetta er svo... Nei, ok, nice, ok, cool. Þetta var fínt þarna forehit. Þeir skýtur hann, nei, þú mátt ekki gera neitt nema að hlaupa áfram þegar hann er með verticalið á þér. Inni í Roman cancel. Nice, ok, hann reloada 3 bullets. Nær hann þarna með counter hit, 2D. Þetta er að ganga mjög illa inn fyrir hann. Ok, hann burstar hann inn í honum. Býttu, þetta er hann búinn að tekinn. committa? Hann er tekinn. Já, hann er búinn að committa. Og þetta var mjög fljótt. Moon hérna tekur þetta bara á sleggiferð. Hann verður stoppaður seint. Það getur verið að hann ætla bara að ryðja sér leiðjana inn í top sætið. Já, ég held það. Ég held að það mun vera hættulegt fyrir mig. Ef ég kemst núna áfram á móti, held ég Ómar. Nei, jú, Magic, nei, það er Ómar í losers, ok. Ég bjóst þú miklu frá honum. Það er bara að mér. Ómar var líka með þér í bracket, hvað ertu að tala um? Já, það er rétt. Ég bjóst þú miklu frá honum. Pool þar á þeir, það er Magic, Crowler. Magic og ég, þá tökum við það, sjáum til hvernig Chip Slayer fer. Þetta er klassískt matchup, þetta er eitthvað sem við höfum séð oft. Við viljum hafa auga með Magic því að hann er náttúrulega að spila Chip í annarskipti. Hann ákvað ekki að skipta karakter eins og hann gerði síðast. Nei, ég veit. Hann var einmitt að hóta því að hann ætlaði að skipta persónu sko, en ég held að sé bara orðin alveg Chip maður sko. Hann fílar Chip aðeins svo mikið. Ég held að þetta sé. Það sé nefn. Nei, þarna... Þú mátt koma til þér. Það sem við viljum hérna sjá er að þetta er að fara að vera Chip á móti Slayer. Báðir hraðir karakterar og það sem að Magic þarf að passa sig á er að hann vill ekki vera hittur af Slayer því að ég er frekar viss að Slayer gæti one shot í one path á hann gæti bara, þú veist, TOD að hann. Slayer gerir það mikið damage. Ég er ekki viss hvort það mun gerast en ég veit að ef hann hittir hann tvisvar þá er það... Ja, það er bara fyrir alla karakterina. Nei, það er erfitt að hitta Magic á Chip. Chip, hann forðast að vera hittur sama hvað. Og ég sjálfur lendi rosalega illa í því hvernig hann krossar mann upp með Alpha Blade-inu sérstaklega. Þannig að það þarf að hafa það í huga. Með Slayerinn hans Crownless, ef hann ákveður að fara Slayer og ekki på Temkin, þá náttúrulega ef að hann er hittur þá er hann komin í hornið og þá þarf hann að passa sig því að hann á það til að DP-a þegar hann er í pressu og ef að Crownless er að beita það út. Já, hann er vanlega mjög sparsamur með DP-in sín í minni reynslu. Ég var bara svo lítið með hann í pressu að hann DP-aði bara alltaf þegar ég var með hann í pressu. Já, þannig. Já. Nei, það sem að hann þarf að passa sig á er það að Chip getur náttúrulega mashað með, hvað er það, 4 frame 5p?
Hann er með 4.5p, en ég er ekki viss hvort það hefur áhrif á pressuna hans Slayer. Það gæti verið hann interrupted dandy steppi, sko. Gæti verið. En þarna, þeir vera að taka button check, þannig að við býðum bara rólegir. Það sem gæti verið erfið fyrir hann Crowless í þessu matchupi er hver mikið hann getur hoppað bara úr pressuna hans án þess að komið sér burtu dash tvisvar. Ég skil hvað þú meinar, en málið er að hann er náttúrulega með overheadi sem að catcher jumps rosalega vel, svo Magic verður að passa sig að ekki bara byrja að overcommita í það. Já, Chip hefur triple jump, svo hann getur miklu léttir að spila kringum það en flestir karakterir leiknum. Já, hann catchar það ekki áður en að næra inputa double jumpið. Er að tala þú veist, þegar hann er í press... Þegar hann er í pressu. Ok, þú veist, ég frekar þess að hann getur ekki dandy steppað og nota overhead sem frame trap. Já, en það þarf ekki að vera... Ef hann er komin upp í lofti, þá er... Já, en það knockar hann down, er það ekki? Ef hann er komin upp í lofti, þá getur hann triple jumpað og komist herra upp en einhver getur komist. Við fáum allavega bara að sjá. Jæja, það er hérna að byrja þetta. Bottom check. Já, það getur verið að Magic þarf að passa sér á fake-outunum hans. En samt líður mér eins og Magic sé að fara bara að komast í pressu, að koma hann Crowless í pressu og að það verður bara smá vesen fyrir hann að komast út, því að hann hefur engin reversals, hann er bara... Já, hann hefur Hands of Doom, ég veit ekki hver gott það er á móti Chip sérstaklega, en það getur mjög handy á móti fullt karakterum. Svo við verðum bara að sjá hvernig það gengur. Allavega hérna byrjar Winners Finals, Crowless gegn Magic. Semifinal, meina ég. Ok, byrja inn á jump slice-inu. Ok, interruptar runninið eftir klónin. Ok, Crowless burstar hérna, við haldum hann aðeins í burtu. Ok, og Magic nær að koma sér inn. Nú er Crowless sem var á vesinni. Þetta passir í bónus. Góð stað fyrir Chip, en Slayer hefur resources. Verður að passa þig. 2 balls farin. Nær hann þannig með close slice-inu. Ennþá lifandi, þá fyrir Chip. Hefur 2 balls til að gera passa. Og catcher hann þannig með 6H-inu. Raw 6H bara gerir það. Ok. En Thomas hefur verið mjög góður í að nota Raw 6H í að bara ná fólki. Já, hann vil catcha the neutral skip, sko. En þú sér hérna að Slayer bara snertir hann og hann er komin í 70%, hann er búinn að taka 70%. Þetta er rosalegt. Droppa komboinu. Þetta gæti verið... Þetta er gott punish fyrir hann Chip. Hann var samt með mirror, hann hefði getað confirmað. Heyrðu, hann whiffar inn á alpha-bladeinu. Ok, hann nota burstið sitt. Hann hefur mirror. Hann er bara að labba að henni menacingly, þetta er... Hann er á Aura-forma. Þá er þetta fyrsti leikurinn fyrir Magic. Hann er frekar góður á Chip, síns mér. Hann er rosalegur. Ok, nær hann með 2H-inu og hann burstar immediately. Hann vill ekki... barasta, whiffar hann á DP-inu. En hann sýnir sem hann whiffaði líka punishinu. Það gaf við döðu Chip. Ok, blokkar hérna 2D-ið. Byrjar að gera loops. Beint inn í vegginn. Ekki nógu mikið attention fyrir Super. Magic hefur nógu mikið... Hann backdashar. Backdashans er overheadið. Mjög hægt og mjög active á saman tíma. Active recovery. Þetta er rosalegt hvað hann tekur mikið damage, hann aumingjar Chip. Já, hann er segjum ekki aumingjar Chip hérna. Hann reynir að fara í burst baitið en miskalkuleitar. Nær hún þannig með dandy-steffinu. Finnst mér eins og Chip á þetta skilið. Það er personal bias að tala og það er bannað að hafa personal bias. Nei, það er alltaf læga personal bias. Chip er top 2, hann er ekki 2, þú veist.
Hann er top 2 en ekki númer 2. Ok, hann burstar hérna á að bakka, hann er að bakka sig hérna command throwið hans, Chip. Og 50% lífur hans Chip farið. Ok, Purple Roman Cancel, hann blokkar ekki. Nei, hérna Red Roman Cancel og aftur 6H. Pálsir bónus, hjálpa við lífið, hjálpa við damageið. Hann dodger hérna Alpha Blade. Næra special cancel að clashið á undan honum Magic. Býttu, hann reyndi að þróa. Ég held að þetta var bara misinput. Þetta var örugglega misinput, þetta var command throwið. Ég gæti ekki ímyndað með þetta væri ekki setup, en þetta virkaði. Nei, næri blokka hérna mix-upið, næri blokka cross-upið, næri ekki að blokka fjórða cross-upið í röð. Þetta er mjög mikið cross-ups. Næri honum þannig með approachinu með 2H-inu. Þetta er svo gott move. Hættu að wall break nema hann burstar. Eða hann bara... Hann næri ekki að confirm á wall breakið. Raw DP, hann býst við einhverju en hann gerir það ekki, hann Crownless, hann bara stendur þarna. Og hann næri að Alpha Blade í gegn. Hann Crownless er að reyna að anti-era með 5-pínu. Mér líður hann samt að byrja að næri honum þarna í approachinu. Þetta er 6-8. Næri honum þarna með close slashinu. Þetta er power slashið heldur. Power slash. Right, það er rétt þess, þetta er power slash. Næri honum þarna með Dent to Death. Inn í cross-up, confirmar ekki af close slashinu, hann býst við block. Næri honum inn með klónunum að wake up. Wall break, positive bonus. Já. No meter. Inn í Roman Cancel. Blokkar ekki tightrope. Næri ekki að confirm í super. Ok, hann næri að bursta út. Þetta ætti að vera dauði. Já. Þá er staðan 2-1 fyrir Magic. Þetta er svona close sko, eins og við sáum þarna í öðrum leik. Þá bara ef að Crownless nær höndunum sínum á Magic, þá það var bara shit á henn. Hann er að banka sem appa hansið. En hann burstar hérna og kemur honum í hornið og nær honum ekki hérna og nær honum með throw. Ég er ekki crossa og inn í command throwið, inn í universe. Þetta ætti að vera dauður chip. Já. Og klára með 6K-nu. Það er 6H. Er 6H hans kick? Mikið moves hans innan kick. Mega sens. Ok, nær hann með DP-inu. Ég meina, hann gæði helmingur vatni. Það eru allir karakterar, hvað er þetta að tala um? Hárðu hver hans Hávaxin. Anyway, þetta er góð pressa hjá Thomasi. Nær honum með superunu. Þetta ætti bara að vera dauður. Ok, og þá er Magicinn á match point. Báðir næstu burst. Nær hann með mappa hansinu. Hann hoppar yfir overheadið. Og DP er úr, hann nær counter hit inn í tight rope. Hann býst við burstinu. Hann er burstaður inn í hornið. Hann náði ekki, hann gerði 2 burst baits sem bæði feiluðu. Hann hoppar yfir hérna overheadið. Hann vil spila þetta varlega, hann Chief. Hann viffaði Wild Soul. Ég hefði sparað það persónulega. Hann gæti bara dáið og nær hann með heavyinu. Ok, nota Yellow Roman Cancel að koma sér út en whiffar hérna forward slashinu. Hann hefur 1 mirror, getur gert hvað sem hann vill. Nær hann með 5-pínu. Nei, hann DP-ar! Hann ætlaði að gera quarter circle inputið. Hann ætlaði að gera Gamma Blades. Nei, þetta er ekki, heitir það Gamma Blade þar sem hann gerir sweepið. Nær hann með DP-inu samt hana. Klassíst. Og Magic tekur þetta 3-1. Rosalega sterkur. Góð og sterk staða. Magic er rosalegur. Það er alltaf fáránlegt hvað þessi leikmenn eru góðir. Þá koma mér. Frábær leikur hjá þeim.
Droppaði svo mikið af drasli. Droppa mikið draska, segir hann. Já, ég gerði það. Já. Já, til þess að vera segja sannleikann, það droppaði líka Magic fyrir þessu drasli, svo ég held að Það er rétt, það er rétt. held að even þar. Hann líka droppaði með það fullt af dráti. Já, já. En það bara, ég alveg bara gleymdi bara að gera super. Ég bara hugsaði ekki að gera super þegar að ég náði að splatta við vegginn og hann hafði þessi ekkert líf eftir. Já. Heilum minn bara blænka og ég bara, takk. Það gerist. Ef við tala hvernig Chip og Happy Chaos eru disgusting karakterar. Þeir eru mjög sterkir, sko. Ég hefði satt örugglega getað gert bara betur, sko. Það var alveg á mér. Ég gat spila betur. Ég verð að dashblocka betur. Já. Nei, ég tek bara losers runnið, það ekki? En ég bara nenni ekki að dashblocka helminga matchinu. A button check. Það er button check. Checkum þessi buttons. Þeir hafa alveg góða buttons til að checka. Já, svo sannarlega. Hvað er góða buttons í þeim? Fást hefur þetta góða 2P. 5K. Alltaf lagi fást það, ég veit ekki hvað P-buttonir hjá Saftafröðin góðir. Fáist með stórt 5D, ekki? Já. Jú, það er alveg með. Saftafröðin er mjög lúmstórt 5D, sérstaklega fully charged. Já. Svo er fást með þetta svakala langa pók specialana. Þetta ekki scalpel, Já. Jæja. Sjáum hvernig þetta gengur hjá þeim. Já, ég sé random bullshit go og pressure fiend. Já. Mjög control karakter og mjög uncontrolled karakter. Yes. Gott force slash. Þeir eru pressa sinna langt í burtu. Gott 2-up. Ok, nei, næstum. Það var close. Þannig með hann inn í hotinu, nice. Þetta. Gott burst bait. Hann er búinn að vera að æfa það. Já, ok. Nice, það er flott. Fær Eddie hérna tilbaka til smá. Loksins byrja að gera það, víst að Sato getur gert það án risk, honestly. Já, bara beðið til sprengir eftir. Þáttu að láta þurfa að blokka það, force hann í blokk. Bara perfect fyrsta leik. Þetta er heldur gott fyrir Hjallabóðan, hann er að líta heldur vel út. Gott matchup, Jópi. Sjá til, getur Jópi haldið honum úti? Nei, hann byrjaði bara í item toss. Hann er bara að labba að honum. Já. That crazy toss-up. Crazy, sko. Býtu, það var patient. Mini-Faust on the board. Já, nice, hann tók sjálf sig út. Ó, nei! Surprise tool that will help you later. Annar surprise tool. Tók hann hann að Nota ekki mýrus að gera sig safe. Nice. Ég gerir ráð fyrir hann alltaf super up. Nú, ég veit ekki hvað hann var, af hverju hann gerði þetta, en nú er þetta mjög tæft. Gott 6B. Já, Sato 6B mjög... Já, teleportið, hann náði að blokka það, flott. Nice, og gamla góða 2S. Gamla góða 2S eftir þetta. Þetta er mjög gott 2S. Eflu frames fer svona langt. Mjög special cancel-up. Þetta er alltaf special cancel-up. Þetta er mjög gott. Ég man ég var mjög reiður til það þegar ég spilaði mikið mót honum. Fjallabóðin tók fyrst það. Irons að gera mót hálfringu. Nei, býttu nú við, hann er með. Hann náði litla Faust pareitinu. Tveir æsir sem er búinn að henda, er búinn að hjálpa meira en honum. Hamarinn fór beint í hann þegar hann gerði superið. Þessi surprise tool. Sin eigin banana. Þetta er ruggla. Þetta er hvernig Faust er bara. Þetta er hann hvernig Jópi er, hann spáður ekkert í itemum sínum, hann bara hendi þeim út. Það er frábært, það er yndislegt. Það er skemmtilegt að spila leikinn og lifa lífinu. Já. He lives on the edge, sko, hann býr í danger zone-inu. Fjallabóðin næra ná sér comebacki eftir að vera one health.
5D-ið. Nær ekki að convert hvað Ok, Frog, gott pressure. Ærumið. Ó, býtu, nær hann nær, ó nei, hann nær droppið þetta er ekki gott. Nær ekki nógu combo frá því samt. Surprise tool, helpless Ó, game. ó, þetta var sniðugt. Þetta var mjög sniðugt. Kom Minipass með bananum á? Ég veit það ekki. Það getur ekki. Minipass hefur ekki æri. Ég veit það. Svona. Ok, hægir super. Oh my god, þetta er svo út um allt. Þetta er algjör kaos. Þetta er svo mikil kaos, ég veit ekki hvort að fjallabóði kemst í gegnum þetta. Ég var ekki viss hvort það var rétt að playa hendsverðinu þarna. Víst að lofsina voru bara að koma á. Ó, ok, hann er að catcha backdashina svona með 5P. Nice. Ok, hann er með allt going for him núna. Hann fekk mig. Hann er komið með Eddie aftur. Það var komið pressure time, það er combo. Nice. En næst ekki að super. Því miður. En hann er að sleppa frá superinu hans. Og nær ekki að punisha það. Þótt það er ekki besta super í leiknum. Nei, hann var nú í loftinu og það er svolítið erfitt fyrir þetta Sato. Sato hefur... Smá floaty. Hefur ekki það gott movement. Já. Ég veit- En samt sem áður, þrátt fyrir eitthvað af drop punishes og hinn og þessu, þá var þetta bara mjög gott hjá honum og vann annan leik. Lotter, þá var það komið hérna. 2-0 á fjallabúan. Hann þarf bara að taka 1 leikinn í viðbót og það var hann búinn að halda áfram. Trumpeti. Trumpeti er basically annar Eddie fyrir... Já, þetta er orðið bara svona faux Eddie. Ok. Surprise to you. Minifast þarna, trufla hann aðeins í loftinu. Eddie komin á staðinn. Overheadið! Nice, inn í low specialið. Mér finnst gott að gera 6K þegar hann veit að þeir eru vanir 5D-inu. Því þegar fólk fyrir að leika aðeins absolutt Ok, býtu, Jópi er að komast inn hérna, hann er með... Býtu! Þetta hefði verið svo gott hefði hann á þessu. Núna þannig að passa sig á blokk, hann er alveg að deyja. Nice 6P. Tekur hérna... Rétt! Tekur með 1 eftir, bara 1 pixel eftir. The Magic Pixel. Þetta Þetta er búin að gera svona 5 sinnum. Já, ég skal alveg viðurkenna það. Jópi tók alveg ránda mér sko í pools og hann Hann er alveg góður í leiknum. hann bara, það var alveg því að hann fekk réttu itemin á réttum tíma. Því Ég heyrði frá honum, hann var mjög reiður, ekki reiður, svektur Já. að hann hendi Iron Super og fekk Meteors Býtu, hann náði að jabba hann úr Wild Assaultinu og og hann segir mér Meteors. Meteors bara fóru framhjá þér. Og þú bara hammerpólaði framhjá. Já, passar. Ok. Teleport, nice, hann næstu því. Ef hann hefði bara committað einhverju aðeins meira, þú veist, fljótara. Ég held hann ítti á vikku sem takkar Það hann. hlýtur að vera. Hann átti að gera eitthvað aðeins fljótara. Surprise to me. Hann er ekki alveg að höndla þetta, hann fjallabúinn, hann er núna, hann Jópi er alveg út um allt og hann tekur fyrsti leikur hans Jópi. Þá bara, þau eru að updata skorið hérna. Þetta er actually svakalt. Ég er bara eiginlega mjög surprised að Jópi náði að klifra sér svona út úr þessu. Hann er búinn að vera mjög mikið að nýta sér góðu itemann sem hann er að fengja núna. Nice, ok. Meteors. Pass up. Nær ekki að mænga. Nei, ok, wow, hann bara ítt honum með minifast í springuna. En allavega var ekki neitt alvöru ekki damage á þessu. Ég held að Peter að missa Býtu. Ok, þetta var interesting. Hann er eitthvað. Hann hélt mögulega að hann væri með Eddie komin aftur, sko. Hann er ekki að fylgjast alveg nógu með Eddie mítunum sem er það sem ég held að sé stóri veikleikinn hans fjallabóðs. Það er aðeins þú veist, committa að minna af Eddie moves til þess að geta resetta hann. Þá er þetta match point fyrir fjallabóðan. Var hans match point síðast mann ekki? Hann fekk Eddie eftir. Trumpet Eddie. Emmett.
nær ekki konverta alveg. Hefur ekki í fyrir þetta. Og býtu nú við. Fær að gera super. Nice, flottur. Ok. Ekki góð staða fyrir hann Yobi, en hann hefur bananan. Hefur bananan. Við sjáum ekki Já, bananan. við fengum ekki að sjá bananan, en hann var að expertly manúvera yfir bananan. Var örgulega að fela bananan með því að setja fyrir aftan það. Hann sprengdi sjálfa sig og það er svakalegt til að fara. Þá er það fjallabúinn kominn hérna með sigurinn og heldur áfram. Svo ætlum við að fara að sjá hérna, hvað er það, Ómar og Inga Þór? Ómar og Ingi Þór. Ég held. Ómar og Ingi Þór. Process of Elimination. Ok. Það verður flott, sjáum það. Hérna koma inn að bráðum. Maður sér að þeir höfðu mjög mikið gaman þarna. Rétt tekur þetta. En hann náði því, hann fjallabúinn náði því. Já, hvernig finnst þetta mót búið að vera svo far? Skemmtilegt. Gaman að fá nýja. Já, fengum hvað, Lappi Gabbi og Not Good eða eitthvað? Já, Lappi Gabbi og Not Good. Já. Þeir hafa skemmtilegt spilumóti. Eru nýjir. Já. Alveg mjög miklu byrjendur bara. Hvað einn á Sol og annar á Jacko. Einn á Sol, já. Það er bara flott sko, það er bara parinu. Þetta er bara par sem mætir hérna saman og er að spila parið. Já. Tóku á random leik saman. Já, þeir voru með eitthvað á random. Ég sá hérna Milja og Gold Lewis eða eitthvað, eitt af matchunum þeirra þegar þeir voru að leika sér hérna í casuals. Þetta var ekki casuals, þetta var pools. Voru þeir að pools með Milja og Gold Lewis? Ég bara að gera random út af þeir voru ekki bara komast áfram. Já, ok. Ég held kannski að þetta hefði frekar verið bara þeir að taka casuals. Ég vissi ekki að það væri alvöru tournament leikur, bara random galore. Random galore. Það er fun. Það er metnaður í því. Því ég respekta það? Já, ef ég kemst aftur að spila móti Moon þarf ég að plana mig betur kring það. Já. Hann var smá að... Nei, það er meðan málið er að þetta stæðstu... Eitt af erfiðustu hlutunum á móti Happy Chaos er það að þú þarft mjög mikið að gera grounded bara dash block á mótunum. Bara mjög mikið af því leið og þú committir að dashi frá langt í burtu. Þú veist, dashi í langt í burtu, þá mun hann bara hitta þig, sko. Síðan sem ég spilaði á mótunum, þá hafði hann mjög mikið vondum habits sem ég tók mjög mikið advantage á. Núna hefur ekki þessi habits. Núna er ég að finna nýju bad habits. Já, ég veit. Nei, hann er vanquisher núna, sko, í rank. Hann er actually orðinn frekar góður. Hann er mjög góður. Ég er Humble Plat 3. Hann er, sko, finnst mér að vera stóra þrettið. Já, það var rosalega erfitt að gera eitthvað á mótunum. Sko, hann tók mig ekkur út í pools, en ég var nú að leika mér á Potemkin fyrstu 2 leikina og það var ekki að ganga upp, sko. Ég hafði átt að committa Slayer fyrr. Því að ég tók leið og ég skipti við Slayer, þá tók ég leik og var næstu búinn að taka leik 2. Það bara Potemkin hefur... Nei, þeir eru báðir... Potemkin er gott matchup mútið Happy Chaos. Ég er bara ekki búinn að spila Potemkin nógu mikið. Það er satt. Svo það bara gengur ekki. Það virkar ekki mjög vel sem kombo. En allan hérna kemur annar Potemkin. Armor Clad Faith spilandi. Armor Clad Faith. Backdash í gennum close dashið. Flip. Ok. Nice wall break hérna hjá honum. Sjáum hvort Ómar geti komið sér eitthvað... býtu nú við. Hvernig dílar hann við þetta? Hann dílar ekki við þetta. Hann er bara gripinn áður en að shield eins og hittir. Þetta er örgulega sterkast super í leiknum. Þetta er alltaf það. Þetta er up there, sko. Þetta er up there. Ég myndi segja kannski Sin Ride the Lightning væri up there líka, en
það aðeins verra sem reversal en önnur reversal supers. Sjáum til. Wow, nice throw break. Hann ætlar að reyna að flýja og það virkaði ekki alveg. Nice. Helst hefði það betra að gera venjulegt hammerfall. Gott awareness hjá honum Ómar þarna að akkurat Roman cancela þarna. Hann hefði örugglega Roman cancela hvort sem en samt sem áður mjög gott að geta hitt armorið og svo Roman cancela hitt. Þetta hammerfall og þetta Potemkin Buster. Og það annað? Nei, ok, náðu því ekki eða ætlaði kannski ekki að gera það. Vitum aldrei. Við erum aldrei vita, það gerðist ekki. Veit ég hvað þetta Potemkin Oh my god. Þetta 2D Potemkin Buster, hvað var það? Hvað segir þið? Hann gerir 2D og svo Potemkin Buster áður en Ómar burstaði. Ég mig grunar náttúrulega að gera Megafist eða eitthvað. Já, það er mjög líklegt. Hann hefur verið eitthvað að fara í hringi. Búm. Með hann inn í horninu, lemur hann upp. Hann ætlaði að fara að breyka wallið, það var bara ekki, hann burstaði. Megafist. Nice throw hjá honum, Ómar. Nice double overhead. Þetta var sick. Þetta var sick. Býtu, hvað er Ómar að gera? Ég held að maður býða mikið. Veistu hvað hann átt að gera? Þetta hefði verið heavenly. Honestly. Það hefði verið mjög Thick Nasty. Hann er bara endast að flippa yfir hann. Og flick til að klára þetta round. Já, flick. Wow, hver var það aftur? Var það ekki Ingi? Var hann ekki með whiffed? Jú, hann vann með whiffed þarna Ómar whiffaði þarna 2H og var lett í þarna Supernuts. Og Ingi tók annan. Þetta var mjög fljótt. Þetta var mjög fljótt. Já, ég mistaði helmingi af leiknum. Ok. Big damage. Færa OK frá þessu. Það var ekki Karo cancel off þess að fá almennt OK þarna. Jú. Ég er ekki viss hvort Ingi er búinn að æfa það. Hann veit ekkert hvernig á Karo cancel, hann hefur enga hugmynd hvað það er. Já, það makes sense. Það er ekki mikið þannig í Granblue, það. Nei, Svo sem ég veit ekki neitt. Það gæti verið einhver karakter með specific mechanic, basically eitthvað. Það var ekki core fyrir einhver karakter sem ég veit um. Nei, og bara þetta var explosive. Þetta var gott hjá Ómari. Mjög oppressive. Það var heilslega eins og karakter sem veit eitthvað í Granblue Wasbraga. Herðu, hérna. Það er bit í Charge Dust. Hann bara veit, hann veit hvenær. Hann veit hvenær, sko. Nei, hann líka bara nýtir sér það að, þú veist, hann, oh my god, þeir missuðu hvernig hann á þróunum. Það er amazing. Það fyndið. Hann hefði dauður. En nei, Ingi er mjög góður í að bara henda þessu út, því hann veit að þetta er svo ógeðslega long reaching overhead. Já. Ég er ekki nógu duglegur að nota sjálfur, sko. Ég ætti að henda þessu inn af og til, meira. Charge Fire Dust. Já. Já. Þetta er líka super meira, sem Genki Kai. Já. Ég held að Lili ekki downsæta nota það einhvern tímann. Fyrir þegar Já, það eru sumi karakter sem geta low profile undir það munu... Þeir eru aldrei plusfóðin samt. Nei, svo sem ekki, en þú veist, Potemkin vanlega vill íta á eitthvað leið og hann er búinn að henda því út. Nei, nice XP. Og maður er ennþá með sjens hérna, hann er svona hálfu lífi, hann þarf að passa sig. Wow, gott 6B. Nice, flottur. Combo, wall break. Það er wall breakið. Hefði kannski verið máli að gera wall slam. Nice. Nærunum hérna fell hann er hérna fastur á baku Gigantic Guy. Nei, og svo... flott, hann hoppaði yfir hérna second Garuda. Gott burst bait! Nær hannes? Hann nær Hann nær að taka... meiri segja með svakalega lífið. 1, 2, 2, 1. Þetta er lög.
lukka vel fyrir þetta. Þetta var svakalegt. Þurfum bara að sjá hvernig hvort hann næri þessum að halda momentuminu. Ok, Ómar að sína, þú veist, vera mjög stronginn í byrjun af þessu rándi. Double overhead. Gæti að vera hann sé búinn að fatta hvernig Ingi spilar. Þetta er gott mash hjá Inga. Nice bomb, veist, bara hérna, tekur þetta. Núna þarf hann að gíska. Gískaði vitlaust. Næri hann að drepa? Já, næri að drepa. Þetta var vel gert hjá honum, Ómar mjög oppressive. Þetta er mjög tvei karaktera sem, ef þú nærð að halda þeim niðri, þeir hafa mjög oppressive, þú veist, offense, Já, en ekki mjög impressive defense. nei, að minnstakosti er Alphard með reversal. Þannig að Og Potemkin super. hefur health. Já, og Potemkin hefur mikið health til að gera mistök. Svo þeir eru ekki bæði hræðileg. Nei, alls En- ekki, alls ekki. Mjög sterkir, En Potemkin er mjög sterkir karakter og Alphard er með sín niches. Ok, býttu og Bobba sprengir. Býttu, er það þá hard knockdown? Já, það er hard knockdown. Þetta er super nefnilega. Já, nefnilega, maður sér þetta svo lítið. Næri þetta að koma í wallið. Býttu, hann bursta þarna áður en að wallbreaka. Það actually var bara mjög sniðugt hjá honum. Það var perfect tími til að gera það. Býttu, en lendir hann í því? Þetta er... Býttu, ég hef aldrei séð þetta gerast. Ég hef aldrei séð þetta í lífi mínu. Hann missum þetta poppa svo nei. Oh my. Nei slash já. Ok, það var Gott fyrir 2-2. Þetta, 2-2. ef hann hefði gert þetta inn í Air Dust, það hefði ég verið svo impressed með Inga. Þetta hefði verið genius level move. En bara því miður, það var ekki í spilunum. Ég held að hann hafði nóg mikið plass fyrir þess að poppa strut. Og bara... Örugglega líka, sko. Og ég held að hann hafði burst hann Ómar, en ég man ekki. Kannski ekki. Þetta hefði verið burst safe og þannig. Hard knockdown fyrir Ómar, gott combo. Mjög svo. Bread and butterið. Getting the snowball rolling. Bara megafist. Býttu. Ok. Það er ekki gott að hlaupa frá þessu. Þú verður eiginlega bara að leyfa þér að stoppa, þú veist, að blokka þetta. Að gera þetta. Nú ertu komin í hornið á móti Potemkin, þú vilt það ekki. En þetta er alltaf lægi. Hann náði þessu á endanum. Núna Potemkin. Og það var komið annað. Þú verður að hlaupa inn og stoppa þetta. Já, gott. En þú verður svo tilbúin fyrir busturinn eftir á. Hann hafði 100 mínútur, hann gæti okkur bara reversal á. Yes! Það er með mikið optionum, sko. Þetta er ekki actually það besta í heimi fyrir Potemkin. Það er frekar gott, þetta er free 50. Það er svolítið ekki að besta. Þetta er free 50-50, já, frekar gott. Já, ég er ekki að segja að það sé ekki gott. Ég er að segja að það er ekki að besta. Því Ingi kann ekki þetta trikka nú, sko. Já. Hann kann að poppa, svo hann kann ekki strike. Ég kann strike and throw. Hann var ekki nú nálægt fyrir gott strike throw, sko. Hann var bara með fyrir throw. En ok. Nice, ok. Það er hard knockdown, hann mun ekki kunna, já, nei. Þannig er það. Varum við ekki bara að gera venjulegt hammerfall sem fá ógið á... Þú getur ekki að gera hammerfall break og ef þú tæma það rétt þá færðu 50-50 á strike throw. Hefur ekki safe jump, er ég fatta. Já, hann hefur ekkert safe jump. En hann vinnur þetta En, kostum er. skiptir ekki máli, Ingi tekur þetta. Vel gert hjá honum Inga. Jæja. Hí, fjallabúið, þá þurfum við að segja bæ við þig. Commentary þá. Þá get ég fara á kommentari. Heyrðu. Jæja Ingi, viltu hoppa kommentari? Jæja, mjög svaka close leikur á milli ykkar hana. Já, þetta var definitely close. Rétt skreiðst út með winnið og það var bara mjög vel gert. Takk hjá fyrir.
I will admit I have like shaking legs at the moment. Meina, var það stressandi? Svolítið, já, eitthvað, like, maybe they're just kicking in when it's all over. That's sort of the, and yeah, Oma definitely, hann fekk sér alveg svo gott second win þarna eftir my second win. Wind, eitthvað, ok, núna ég að Já, en hann fekk mjög gott second win þarna eftir að þú náðist þínum second leik. Næstuð í reverse, 3-0 reverse, sko. Það hefði ekki verið mjög næs fyrir þig. Eitthvað, kannski ekki, but eitthvað, já, sorry, but adrenaline. Jú, ég fatta. Það er þarna bombvestið sem hann notaði með nokkur sinnum á því. Það var mjög einmitt, ég sá að þú áttir mjög öðruðan tíma að díla við það. Já, mér fannst að ég hafði alveg fín, ok, ég veit alveg hvað hann fær að gera, þú veist svona. Já. Og ég reyni að svona blokka það cross-up, en ég glemdi hvað hann getur gert eftir það. Það var svolítið vandamál hjá mér, svona. Og svo þetta bombvest, svona, þegar hann sem var ekki eins og wall break, þá var ég alveg bara, nei, byrju, hvað? Þá var ég bara svolítið rugglaður, bara, hvað gerir ég hérna, eitthvað. En ok, núna förum við, enough about me, eitthvað. Svo núna Hérna eru tveir vinir að fara að spila, þessi tveir, þeir mættu fyrst saman á eitthvað á mótunum okkar. Já. Þannig að ég held að var eitthvað, hvað var það, Skullgirls og eitthvað annað? Mér fannst að þið var að tala eitthvað Skullgirls, eitthvað, svo, já, ég held að... Þeir voru eitthvað að mæta og pröfa hjá okkur og ég man að þeir tóku Street Fighter einhver tíman hjá okkur saman og voru eitthvað, þú veist, allan að Hihi mætti með, ég held að hann var ekki að spila, en Fjallabúinn tók sitt college try á Modern Zangief, man ég eftir. En þeir er allan að núna búin að vera alltaf seasoned members núna, búin að vera þeim í smá tíma hjá okkur og þeir eru búin að bæta sér báðir alveg helling. Ómar, sko, já, væl ég yfir Happy Chaos eitthvað dagalega? Auðvitað, já, þú veist svona, ég er ekki að fara að segja að, ég aldrei segi að Potemkin er eitthvað, underleveled en eitt, þú veist. Nei, þeir eru báðir mjög sterkir og Potemkin er með það er smá in Potemkins favor ef þú counterplayið. En það samt þýðir ekki að Happy Chaos sé ekki alveg svakalegur, hann er mjög bastur. Ég er að vona smá að þeir tónan pingu down í næsta patchi. Þegar mér sýnist eins og að Curse, það er nú hægt að blokka Curse í næsta patchi, svo þú þarft ekki að díla við það að getur bara hent random bolt í þig og núna bara hittir hann þig all the time. Svo þú veist, það eru nerfs, allan breytingar. Ok, en núna byrja leikurinn hjá Hihi og Fjallabúinn, hérna, flott. Two best friends. Einmitt, þetta verður gaman að sjá. Það verður hérna, gott counter hit hérna, hann dregur hann í burtu. Hann nær hérna að rechargea Eddie, flottur, gott hjá honum. Það var eitthvað sem var lacking. Ok. Boom. Nice! Busted! Nice! Býttu og þetta hitti, wow, ok. Ég var ekki viss um að 2H myndi hitta svona. Þetta var mjög vel gert hjá honum Hihi, gott conversion. Hann er búinn að íta honum í hotnið, núna er þetta erfitt. Engin Eddie. Ekki alveg. Það þarf að gíska. Nei. Ok, Hann hélt ekki pressunni, hann gat ekki dílað við pressuna. Nei. Sjáum hvort það ekki strong. Þessi takki maður. Sjáðu, round start byrjun, hann er komið með half health hérna, en hann er búinn að missa Eddie í bili. Ok. Ok, flott, en hann nær að redda sig með Roman Cancel sem hann fékk frá wallbreakinu. Nei, andskotinn. Þetta var ekki alveg að virka. Gott, hann fær inn að throw-it, kemur hann í hotnið. Big combos hérna, en hann burstar áður en það verður of slæmt og breykar wallið. Oh my god. Wall splat inn í super. Kannski hefði hitt superið drepið, veit ekki. Ég veit ekki hversu powerful samt það er með það. Ég veit ekki. En allavega hann fær annað setup. DP. Gott DP. Nice blue. Roman Cancel inn í throw til að counter þetta. Hann fekk nú að sagði oftast að hver hann gerir svona sword super í heiminn. Alltaf hann óvart jumpa eitthvað, gera the super input. Já, ég sé að hann gerir oft óvart command grabið sem er á sama í sum átt. Það er DP og S í staðinn fyrir
double curl circle S. Og as somebody sem alltaf screwing up þegar super Ekki sem double curl inputs, circle, það er actually bara held ég guilty gear input S. Já. En allavega, það getur rugglast þegar þú ert að reyna að gera eitthvað svona. Oh, definitely. Okay. Ég veit að ég ruggla Karabastur oft með því að fá óvart DP múfi á kick hjá honum. Oh, nice grab. Potemkin, en hér kemur hann, Hihi sterkur, komið hann í vegginn, býtu enn. Já, náðum. Vá, og flottur fjallabúinn tekur fyrsta leik. Ekki það sem actually búist við. Ok, en við þurfum að sjá ennþá hvað þetta momentum heldur áfram hjá honum. Já, við þurfum actually að finna það út. Við erum ekki algjörlega vissi með þetta. Já, af því, from my understanding að þeir spila alltaf saman þessi tveir. Já, þeir eru mjög mikið training partners saman, svo þeir vita trikking hjá hverjum. Þeir eru örugglega kannski að reyna að pröfa einhverja nýja hluti á móti hverjum. Gæti við? Kannski gera eitthvað sem þeir gera vanlega ekki hér og þess vegna eru að droppa svona mikið. Það gæti líka bara að tournament nerves, þeir eru báðir hérna í losers side að reyna að lifa af. Gott counter hit. Hann bursta þarna, flott hjá honum Hihi. Fjallabúinn hérna að reyna að pressura hann hérna. Flottur, nota spækinn til að geta komist inn. En hann fær ekkert alveg út úr því. Núna er hann kominn í hornið fastur hérna á móti sinn. Þetta er ekki gott fyrir Sato. Og hann droppar charge dustunni sínu. Hvað gerðist þarna? Hvað var hann að fara þarna? Og þarna... Var hann að reyna ekki að Wild Assault kannski? Ég er ekki viss. Ég er ekki viss hvað hann gerði. En allavega Sin kominn hérna með... Ok, counter. Ok. Sjáðu þetta combo, maður. Já, hann snúði öllu við og þetta tók, 55% eða eitthvað. Þetta var mjög vel gert. Núna er hann samt fastur með engan Eddie og það þýðir að hann fær að díla á allt þetta. En hann er með full meter, búinn að missa Eddie aftur, en hann er með full meter, ætti að geta snúið þessu við ef hann finnur rétta momentið. YRC, því miður, gerir ekkert út úr því. Fastur hérna, kominn hérna hinum megin við lítið health, síðasta rándi fyrir hann hérna. Býtu, flott, nota armor pointið. Ok, flottur Hihi. Núna fær Hihi leik nr. 2. Ok. Þá er þeir bara hnífjafnir hérna. Þakka til að sjá hvernig þetta hendar. Já. Nei, Já, húttið. allt er væg. SXP, tímiður hann slefti of hratt armor point movinu sínu. Nice, fær hann big punish hérna. Hann fikk bar slash. Ég myndi halda að hann myndi vilja close slash hann í staðinn. Þetta lappa kannski áfram aðeins fyrst. Svona er það ekki að vera með dash macro. Ég held að hann noti ekki dash macro á hann fjallabúinn. Ég held að hann gera allt dashið. Ég myndi ekki veita það. Já, ég held að hann gera allt bara manually. Hihi er alltaf að reyna að gera eitthvað combo með svona dust. Eitthvað as an ender. Ég veit ekki alveg. Hvað Sato? Já, nei, hann Hihi með Sin. Já, nei, ef hann notar Roman Cancel og eitthvað þannig þá getur hann fengið stærra bounce og meiri extension með því að gera full charge dust en hann hefur bara eitthvað að vera að droppa því. Það er mjög specific timing, sko. Já. Þessi veggur maður er svo scary. Hann er með hann hérna í horninu. Flottur. Það var high-low, hann þurfti að gíska. Reynda að grípa hann. Flottur. Sverðið, fær full Eddie. Mixa hann upp. DP-ið virkar ekki. Hann stoppar af að þau geta að nota burstið. Flottur hérna. Alveg næstu því að perfect. Þetta er báðir búin að taka 1 round af fyrir öðrum, 1 leik. Þetta er svo jafnt hjá þessum drengjum. Býtu, það er bara tvisar í froskinn. Flottur. Þá tökum við þetta svona. Hvað gerir hann hérna? Hann hoppar út. Kemst út á horninu, kemur fjallabúinum í hornið. Báði counter hitta þarna. Býtu, þetta var gott. Og í super. Já. Eða clean hitti. Nei, hann næði því ekki. Þetta er erfitt, sko. Þetta er erfitt að tæma. Já. Hann hafði ekki satt að punisha YRC-ið. Leitt. Flottur og ég held að þetta er komið. Þetta er komið hérna. Þá er það 2 leikir hérna á Hihi. 2 leikir á Hihi, 1 hérna á fjallabúan.
núna þarf hann að svo sannarlega spýta í lófan ef hann ætlar að taka hérna híhíana. Já. Haha híhí sko. Nei, hefðu, hann næra hérna að checka hann með Wow, með bara 2K. hlaupið rétt in front of his face þegar hendunum. Þetta er, þú veist, Kísk Family, þannig að bara bitið sko, þeir hljópa bara upp að þér og grípa þig. Og allavega hinum megin sko. Egill must be so proud. Já, ég held það, hann sé mjög stoltur á sinni sínu sko. Já. Ég held að þeir voru eitthvað að taka leiki hérna þegar að Egill þarna mætti Ó, það er alveg sjans. frá Japan sko. Ok. Ó, býðu, flott. Nei, ekki alveg. Ok, flott throw, bara break. Throw break, já. Jæja, og þá tekur hann hérna ránd, þá er það bara 1 ránd í viðbót frá því að Híhí heldur áfram. Núna þarf hann í alvörunni að taka eitthvað. Ó, sástu nú þetta? Hvað getur hann hérna? Hvað getur hann hér? Ekki mikið með burst. Ekki það mikið, en það var samt alveg góð 30% eitthvað. Já. Ok, núna er hann fastur. Ó, báðið reyndi að grípa eitthvað út úr þessu. Búm. Núna er hann sitt með ekkert flag meter. Hann þarf að komast inn bara eins legit og mögulega hægt er. Ó. Nice, ok, gott Roman cancel hana. Æi, nei. Ok. Búm. Super. Ok. Þetta ætti að vera nóg. Já. Þarna er það. Híhí næði Vel þessu. gert, Híhí. Heldur áfram. Fjallabúinn. Búinn núna tekinn út mótinu. Já, vel spil hjá Það er báðum. mögulegt að við fáum inn á kommentari. Hann var eitthvað að tala um það. Hann ætla ef hann droppar út að hann veður hérna fastur á kommentarínu bara. Já. Svo þú fæði hann inn í heimsókn hjá þér, líklega. En við tegum næstir. Ó, það er við næstir. Herðu, þá þurfum við einhvern annan líka með honum. Kannski getur Híhí tekið. Ég held Híhí. Ok. Jæja, þá skiptum við á kommentarínu. Jæja. Crownless Chief vs. Ingithor. Þetta er eitthvað sem við höfum ekki séð oft áður. Það er ekki búin að gera svo oft, nei. Vanlega eru þeir hinum einn á ekki hjá hvort þeir með bracketinu. Heldur að Crownless mun taka tempkina á þetta? Taka mirror matchið. Ég get séð það fyrir mér. Já, það er mirror match. Ég frekar viss að mun gera það. Það er mirror match. Ég held að þetta getur verið skemmtilegt. Ég held það líka. Þetta maður séð þetta ekki oft. Sko, hann er bara okkur saman takk og ég. Ég hef búinn að keppa lítið á móti Chief á Potemkin, þannig að þú verður eiginlega að segja mér svona munin á playstyluna þeirra og hvernig þú heldur að þeir muni fara. Chief hefur miklu meira optimized combos og meira flocked up shit. Já, einmitt, bannablóta. Og Ingi er miklu meira að abúsa privileges. Ég skil þig, þannig að hann gæti að lenda í við þessum móti karakter sem er með svipuð. Já, hann notar 5D mjög mikið og það er mjög stórt með við Ekki stærn, with the exception of Sato 1 of course. Of course. Þú heldur áfram að kvarta út þig, ætli Sato 1 sem er stærsta 5D í leiknum? Proportionally kannski. Tempkin var svo stór að nota það lengra en maður. Kannski. En já, svo notar hann notar miklu meira superið sem heitir Aegis Reflector. Já, hann notar það rosalega mikið. Ég held ég hafi séð hann nota Heavenly Potemkin Buster aðraðslag flýja úr horninu. Ef hann hefur mirror, þá notar hann Aegis Reflector. Ómar segir að hann vælir yfir Happy Chaos daglega. Hann er ekki ánægður með matchið á móti Inga áðan. En hérna byrjum við.
Ok, Chief byrjar sterkur inn með jump slashinu en nær ekki að íta honum alla leið og þú sérð bara hve mikið damage Potemkin gerir því að hann lítur út eins og hann sé að gera actual damage við karakterinn. He bleeds. En startna hann notar Garuda Impact það sem enginn myndi ekki. Új, ok, catchar þannig endlækið á... Hann notar Hammerfall. Og veitu, what? Hvernig catchaði þetta ekki? Hann hoppa stutt. Það leit út eins og hann klæsti í hann samt. Æ, Adona. Ok, Nairon hann finnst mjög skemmtilegt að nota 2D sitt í staðinn fyrir Heavenly, þannig að ég held áfram að mixa því. Í staðinn fyrir Potemkin Buster að wake up, að catcha fólk sem er að hoppa. Ég held... Új, bara nice cross-up inn í... Crownis hefur miklu meira nasty setups fyrir Potemkin Buster. Ítur honum aftur í hornið með backslamminu. Það er svo stúpid að þetta sé plus. Og þarna er Potemkin Buster bara... Og þeir nota báðir. Það er mjög mikið defense. En Ingi hefur miklu með mýru. Hann er bara overforma, hann er að lappa upp á honum. En hann catchar hann með JP-unu hann Chief. Hann notar sitt eigið device. Hann hefur sagt mjög oft að maður ætti bara að fara inn í superið og blokka það. Það er örugglega sniður okkur í staðinn fyrir að flýja. Bara í hornið. Já. Sem á móti Potemkin. Einmitt. Hann var mjög mikið á... Ok, catchar hann í hana og verður að passa þig að nefnilega ekki nota... Hann hefði getað Potemkin Buster hann það. Og hann er caught á 5D-inu. Og 5D! Rosalegt! En Crownis sagði sjálfur að hann notar ekki 5D-inu mikið á Potemkin. Þetta 2H er svo nasty! Og hann gæti fengið svo miklu meira damage. Það er svo silly að sjá Potemkin mirrorið út af því hvernig hann interactar með hurtboxið hans í þarna hlutum eins og Heat Knuckle og Potemkin Buster. Jæja, hann dansar superið. Jæja. Og Chief gerir ekki Popbuster. Ég held að hann bjóst við að fá close-up hérna. Nei, 6H. Gott burst hjá Inga, ég held að þetta hefði verið fyrir gott. Ég held að Ingi sé bara meira liberal með hvenar hann notar Potemkin Buster en eins og þú sér þarna þá tekur hann Heavenly Potemkin Buster inn. Ég held hann Chief spila mjög mikið Potemkin til að hafa gaman. Já, það Sem stends. sagt hann gerir það fyndnasta sem hún finnst fyndið á stundinni. Skilur. Strax í burstið. Og Ok, nær hún þarna með... coincidentally er fyndnasta dótið alltaf hittir alltaf. Inn í jetpackið, hoppar yfir Potemkin Busterinn hans Inga og Garuda inn í vegginn. Nær ekki að gera Super Wallbreak samt, var ekki nógu nálægt. Það er mjög erfitt að díla við þetta á. Hann át hinn Aegis Reflectorinn með sínu veginn. Þetta var fyndið, þess vegna virkaði það. Slide headið náttúrulega klassíst. Já, mér sýnist að Chief er hans vanur að spila út af Potemkin en Ingi. Skiljanlega. Ingi nálgast hérna með megafistinu. Nær honum með farslashinu. Nei, þetta er heavy slashið. Hann gerði heavy slash, já, 5H. Já. Ég finnst alltaf bara svo skrítið út því að close slashið er punch niður og bar slash þá teygir hann svona út og hann er svo stór að það lítur út eins og close slash. Og nær hún þarna með Red Roman Candle inn í 2D. Match point fyrir Crownis Chief. Getur Ingi snúið þessu við. Hann bakk þessar 5D þannig. Og hann gerir sitt eigið. Alvöru Potemkin Air Combo. Oh my goodness. Ef þetta væri Chip Zanuf hefði hann dáið fyrir 10 sekúndum. Þetta var eitthvað annað Potemkin á þessu. Nær Chief með slide headinu. Tekur nú Heavenly Potemkin Buster með Garuda Impactinu. Bara kemst ekki alveg út. Út af því að 6H hans Potemkin er actual nonsense. Það er mjög gott. Hann fer samt aðeins fyrir tilbaka þegar hann gerir það.
svo hann dodgar mjög mikið af staffi áður en hann gerir næra hitta þig og gerir svo mikið actually. Þetta er neutral, þegar labba fram og tilbaka, það er það sem við sjá. Þetta er footsies. Hero burst. Aegis Reflector inn í hvern annan. Nothing ever happens. Come on Ingi. Þú ert enda með burst, þú getur wild assault. Hann hefur blue. Alright, þeir breyttu því. Þú spila aldrei með white, ég veit ekki hvað Ég byggi allt sem ég veit á því að horfa á YouTube myndband, ég veit ekki neitt. Já, þetta var 3-0 fyrir hann Já, Chief. Chief tók þetta frekar léttilega. Og Býtu, hvað er næst? ég held að það sé Moon og Magic. Ok. Svo í næstu ég móti Mr. Chief. Já, við þurfum ekki að fara yfir allt. En næst er Moon og Magic. Fyrirgeðu ég fór yfir annan hlut, Kári. Ég djóka. Við erum með MMS hérna, við erum með mjólkursamsöluna. Moon vs Magic. Nú fáum við að sjá. Ég held að Chip er gott með Hann er það, út af því að dashblokkið hans er gott. Þá held ég að Chip sé að fara að vera helviti góður inn í þetta. Moon hefur sagt að honum finnst erfitt að spila móti Happy Chaos N. Já, Moon finnst erfitt að spila móti Zato 1 og Zato 1 er með losing matchup á móti Happy Chaos, svo ég myndi ekki treysta öllu sem hann segir. Já, ég er að treysta hvernig honum líður með að spila um sig sjálfan. Ok. Honum finnst erfitt að móti Chip, svo honum finnst erfitt að móti Chip. Já, ok, en þá er ekki Chip góður á móti Happy Chaos, þá Chip góður á móti Moon. Ég bara segja núna. Ok, Kári. Ég er að temja mig sjálf en ekki segja the words that shall not be named. Þú getur alveg að blóta mig án þess að segja blótsirði. Þú meinar, ok. Það er kannski aðeins verra. Ég má ekki segja þetta út af þetta woke Ísland. Woke er að drepa gaming industryið, sérstaklega þegar þeir gerðu aðalpersónuna í öðrum leiknum af Woke of Tsushima, af Woke of Yotei og gerði hana konu. Það var super woke, guys. Woke. Sérstaklega út í Ok, Arnur segir eitthvað hætta. Ok, það er stoppa þetta. Nú er Moon vs Magic, Chip vs Happy Chaos, en það er button check fyrst. Íti auðvitað dustið. Hann mun nota þann slatti í þessu matchi. Það er einu overheadi sem hann hefur, hvað annað á hann að gera. Ég fattar. Ég fæ að tala eins mikið og ég vil hver mikið ég hata þessa karaktera. Þetta er sem sagt þitt match. Hérna færð þú að láta djöflana út. Ég fæ að segja að mér finnst þessi tveir karakterar mjög erfiðir að spila móti. Ekkert meira, það hefur ekkert meira að segja um það. Mér líka við manneskina fyrir aftan þær en ekki karakterina. Ég skil þig. Ok, byrja inn með 2S og ólíkt mörgum öðrum matches, þá byrjar Magic ekki á fórstæðsunu. Komið beint til hans aftan burst-down. Inn í throwbreakið. Burstar hérna cross-upið. Vissið þú að chippa Oki frá DP-inu sínu án þess að nota resource? Ég vissi það ekki, nei. Það er svona smá privilege, það ekki? Nær strax wallstickinu hérna á Moon. Veitu, halló, mér sýndist ég hafa séð hérna ég man ekki hvað það heitir. Heyrðu, allavega tekur hérna fyrsta rándið, þann Magic. Bara overwhelma hann. Það fer svo hratt, sko. Happy Chaos þarf að hafa curse á hann til að geta hitt. Þetta var gott DP hjá hannum. Sástu hvernig það fekk Oki frá þessu DP? Ég sá það. Já, er það ekki fann hlut þess að fá for free? Það nú þegar erfitt að koma svo pressin hans. Jú. Heyrðu, ok, hérna Happy Chaos fær að Heyrðu, ok, nær hann með 5-10, en follower ekki trú, hann var ekki með nóg mikið af byssukúlum. Þeir gæti alveg. Ég var fast þeir dauði, en þetta var ekki dauði. Þeir þurfa bara eitt gott interaction. Ok, nær cursuna á hann. Ok, hann burstar, tekur af sér
Það er ekki að followa through að forward slashinu, svo nú getur Moon tekið þetta inn í vegginn. Nei, never mind. Hafði ekki super. Hann var ekki með superið. Ok. Sástu Og Magic tekur fyrsta leikinn. hratt chip fór til hans? Heyrðu, þú sagðist alltaf að tala um það hvað þú hatar báða karakterina. Þú ert bara búinn að vera að fókusa á chips annað. Getum við tekið smá Happy Chaos heitjana? Ok, allir vita af hverju Happy Chaos er svona. With Gunshot ætti ekki að vera í leiknum. Besti playerinn Jack notar With Gunshot mjög mikið, svo það er ekki alveg hægt að segja að það er ekki viable. Þú bara svekstur Nitro sigraði ekki á það. Ó nei, ég er mjög glad að Jack vann, hann er mjög cool. Ég bara hata að nota With Gunshot svo mikið út af With Gunshot er gott. Það er basically free. Ok, það er fair. Heiða, ok, það komið nóg af heit á karakterina, reynir nú að koma þetta aðeins. Ok, báðir mjög low. Ok, Magic notar hérna burst þessi. Og þetta ætti að vera dauður Og Happy kemur í Chaos. ákveð Alpha Blade komboinu, þar sem hann fær að nota 2 Alpha Blades í röð í vegginn. Hann er bara að hlaupa yfir hann. Það er ekki sjens til að gera neitt. Ó, Hann er að fara svo hratt, hann sér ekki hvert hann er að fara, hann er bara að kýla lofti. 6p. Ok, býst hérna við einhverju, en blokkar ekki neitt. Nice block of Ó, crossbunni. en nær að þróa, ég held að hann hafi verið að fara í þróið hann Moon sjálfur, en hann greið. Þetta var smá premature burst hjá Moon, en sjáum hvort það virkar. Jæja, bara JP inn í vegginn, hann næri. Þetta virkar. Ok, Punisher hann eftir klónan, hoppar yfir Alpha Blade, ok, komin í vegginn að Magic, en er fáið, tekur Curse strax af sér. Mér líður eins og Chip er karakter sem spilar eins og hann hefur resource, nema hann hefur bara endurist af þessu resource. Ef þú skilur hvað mér, hann hefur þessu advantagein af resource karakterinu að hafa bara mjög pure sluti, en hann er ekki að nota resources að gera það. Ok, ég skil svona pínu hvað þú meinar. Til dæmis, Sin gerir mjög góða hluti, Já. en það er akkurat limited. Það er að tala um Angie Mito hérna, eða? Ég sagði Sin. Já, en Angie fær einmitt, Angie er með svipur privileges og Chip, hann fær allt anti. Hann fær ekki OP frá reversalinu sínu. Ok, einn hlutur sem hann fær ekki frá. Heyrðu, ok. Hann fær ekki að dash yfir screen á hálf sekundu. Bara hálf sekundu og 2 frames, það er hvað satt hann fyrir. Nær hann hérna með Alpha Blade inn í kombo en klárar það ekki? Nei! Deflect Hann shield. reynir að nota Deflect Shield en hann... Þetta er match var ekki point fyrir inni. Magic. Mjög erfið staða fyrir Moon, en kannski... Þetta er hægt, við höfum séð þetta séð svona. Þetta er backdash. Flashinu en Chip fær samt að halda áfram, þetta er rosalegt. Hann fær bara alltaf Hann droppar samt... Hann droppar ekki í vegginn. Þetta geti verið... Hann notaði ekki super. Og líka, Angie er líka top tier, so you know. Anyway. Næra 6p að hérna jump slashið. Og hann notaði Deus Ex Og Machina. super. Og klóninn fer ekki í burtu út af einhverja ástæðu. Hvað er í gangi? Út af hann blokkaði. Hann notaði Roman Cast til að blokka og projectiles fara ekki á blokk. Já, right. Og DP til að enda það. Og Magic tekur þetta 3-0. 3-0. Þetta var rosalega fljótur leikur og það er klárt mál að Chip er góður inn í Happy Chaos. Já. Það er bara, Ég er mjög hrættur þetta. Hann náði með 3-0. Þeir báðir náðu með 3-0 aðansi. Ég er að fá að kempa til Crown List. Það er eitthvað sem við erum búin að sjá dálítið oft áður og það er farið að vera eitthvað sem við kannumst við hérna á FGC Iceland. Þarna Crownless vs. Hihi. Einhver það að taka við. Jæja, þetta var held ég veit ekki hvort það var seinast, en allavega þar seinast held ég að hafi þetta verið Það var þar síðast þar sem þetta var Grand Finals. Já, Grand Finals, já. Þannig að og hann náði einum leik þarna síðast og það var ekki valtað yfir hann eins og þar síðast, þannig að síðast ef við keftum í Guilty Gear. Já. Þannig að nú fáum við að sjá hvort hann sé búinn að bæta sig enn frekar. Einmitt. Þessi tveir eru ekki búin að fá tækifæri til að keppa móti hver öðrum alveg strax, fyrst að þeir voru í mismunandi pools. Þannig að ég er spenntur að sjá hvernig hann ætlar að byrja að díla við. Hann átti svo rosalega erfitt með, ef ég man rétt, Dandy-steppið var svona stærsta vandamálið hans á móti Slayer, því að Dandy-steppið er bara svo rosalega oppressive.
Nei, ég er spenntur að sjá hvernig hann spilar þetta. Ég meina, þú veist, mér finnst nú líklegt að hann hlýtur að taka Slayer, sko. Ég held að, þú veist, ég pæla hvort hann taki hérna pott, en ég held að hann fari bara beint í Slayerinn. Hann að taka þessu mjög alvarlega og hann þarf að gefa the retribution ef hann vinnur að hann sigra hann á Slayer. Skilur hvað ég meina? Ég skilur þig. Það verður ekki uppfyllandi fyrir sálina ef hann myndi sigra hann á Potemkin en ekki á Slayer. Nei, akkurat. Ég held að það myndi taka illa í hann, sko. Heyrðu, þeir allavega eru félagarnir að fara í button check hérna. En ég held að þetta, þú veist, Hihi er alltaf bæta sig á hverju einasta móti, finnst mér. Þannig að magnaðan sé núna bara í loser side, sko, bara hafið dottir strax í loser side. En Magic er líka bara búin að vera, já báðir strákarnir sem voru í Winner Finals og rétt á það, Magic og Moon, eru bara þeir sem ég virklega sé mest svona bæta sig. Hvað? Þeir eru ekki örgla button check, eða? Jú. Já, það var svo þeim. Þetta var helviti gott 5P string hérna hjá honum, Hannesi. Já, þetta var svona geggjað jump P hérna áðan hjá honum. Já, nú fáum við að sjá, hann er að spila hérna CP sem að gæti verið geggjaðasta stytting síðan skorið brauð. Má ég sjá. Og hérna fáum við að sjá Hihi vs Crownless Round 3. Ok, Nairon hérna með Komin með í vegginn, þarna er Nairon með DP-inu. En er thrown í recovery-inu. Hér er þetta ekki nógu hann er ekki nógu að hitta með þessu, hann kemur alltaf inn og bara ok, núna gerist eitthvað, nú kemur offensive. Með F-kontinu inn í combo, já þetta er full combo, hann er með fullt stamina og allt. Hihi er búinn að bæta stamina managementið sitt alveg gríðarlega síðan á síðasta móti. Mér finnst eins og hann sé aldrei búinn með það. Nei, 100% superið maður. Sjá hann hlæja þarna bara, hann magnaði að hann við náðu þessu. Þetta er náttúrulega svo mikið mental damage ef einhver hittir með 100% superunum. Líka bara í fyrsta round, sko. Nei, bara vegna þess að það þýðir að hann er ekki búinn að vera að nota meterið sitt í neitt annað. Hann er ekki búinn að vera að roaming cancela eða neitt þannig. Það er smá mental damage. Nairon er með close slashinu, jugglar með öðru close slash. Hihi þarf allavega aðeins að koma hausnum á rétta staðinn ef hann ætlar að ná að... Nairon er með 2H-inu. Er þetta full screen? Já, hann er hérna með reversalinu sínu. Ride the lightning. Og byrjar strax ógeðið sitt. Crownless næri ekki að blokka hérna overhead en whiffar seinna close slashinu. Hann ætlaði held ég að hann var að reyna að burst beita held ég, sko. Þannig að super, lítur að vera þetta. Nice safe jump. Nei, býttu, what? Þetta hefði verið klikkað. Þetta var magnaði á Hihi hann og berjast gegn þessu. Hann var að blokka svo að það að fá að spotta þetta er náttúrulega geðbilun. Ok, Nairon hérna með big driverinu, strax inn í hornið, hann nær counter hitin hérna á mashing Crownless. En klárar ekki. Hann vill halda honum hérna í hornið, hann vill ekki fá hann úr. Mappa Hunts komin inn, nú byrjar þetta. Nú er hann strax búinn að snúa sig við, hann er bara komið henni í hit hornið. Hann burstar hérna, hann vill ekki lenda í alvöru kombo hérna. Hann er ekki klára það, hann var ekki við Wild Assaultið. Nei, hann whiffar hérna, hann er stúm. Engin loops, eins og er. Þarna, gott throw! Inn í gott og... Býttu, halló! Ó, nei! Hittir, drepur deflect shieldið. Mappa, þetta er nýfjamt hérna! Þetta er bara hver hittir. Nei, hann er hittir, hann er DP! Þarna, þetta er að tala saman, sko. Og hann tekur fyrsta leikinn hérna Hihi á móti Crownless Chief. Þetta er byrjar vel. DP to win, sko. Það að fá að komast ókipis basically úr pressu er náttúrulega rosalega gott mechanic, sko. Þetta er flott low. low. Hér er þetta undir kickið. Blokkar 2H-ið. Er caught af close slashinu. Þetta er svo rosalega gott anti-air. Low-ið líka. Low profile hérna. Mappa Hunchið inn í horni. Hann snýr þessu við. Yes, sir. Ekkert super. Hann er ekki með meter. Hann baktar sig, hann vill ná smá fjarlæg, en hann nær hann hérna með pælbunkerunum. Og bara tilbaka, wallbreak tilbaka. Þú sér bara hver mikið damage hann gerir.
Hann Roman cancelar en fær ekki neitt úr því og því miður ekki með mirror til að gera neitt annað. Ói, nær honum hérna með 6H-inu. Nálega þegar að fá burst líka. Hoppar, að búast í hérna DP. Whippar hérna 2S-inu sínu. Koma sér úr vegnum einmitt. Nei, ok, koma sér í vegginn. Hann er ákveðið sig hvað hann vill vera. Hann vill ekki vera í þessu kombói. Þannig að burstið komið á farið. Rosalegt hvað það er erfitt að whiff punish and slay. Ó, nær honum hérna í 2H-ið. Ég held að Crownless var bara þurft að taka sér einn leik til þess að muna hvernig Slayer spilast, sko. Hann notaði ekki superið. Kannski að það var ekki hægt að nota það. Hérna kemur klikkaðasta comeback mótsins hérna. Nei, hérna nota deflects hérna Crownless. En nú er hann ekki með neitt burst. Nei, hann næri. Nei. Hittir hennar 6P-inu. Ok, 1-1. Crownless greinilega ekki að fara niður án þess að berjast aðeins inn á móti. Nær honum hérna með JD-inu. Dropkickið, maður. Er ekki að verja nógu mikið DP aftur. Gott. Hann er að masha. Pælbomb. Þetta er svo rosalega mikið damage. Nær honum hérna með farmslæsinu. Snýr þessu við. Hann kænsar backdashið. Komur meira inn í vegginn. Getum fyrir kombós. Blokkar ekki sitt keið. Meira Hann kombós. droppar. Ok. Aftur inn í neutral. Hérna kemur the loops. Komur í vegginn. Hvað er núna planið? Hann á meter. Hann er crossed. Þurfti ekki að halda. Það er bara geðbilun. Það að hann getur farið hinum meginn við þig þegar þú ert alveg í veggnum en það er geðbila. Hann er náttúrulega bara, gott líka að byrja aftur á einmitt. Dropkickinu. Nice DP. Ég held að hann híhi að vera með aðeins meira liberal með DP-in sín. Því að hann tekur eftir því að Crownless er alveg eins aggressive og þeir verða. Hann nær throw. Throw hérna, hún er vegginn, gott kombo. Inn í flott kombo. Nei, hann er ekki með super. Nóa meter. Alveg fór að fá burst hérna. Ok, tvö tension bars notað af Crownless fyrir 1. Hann er counter hit af close slashinu. Wild Assault í command throwið. Og nær honum hérna með 2P-inu. 2-1, Crownless Chief hérna. Getur hí snúið þessu við, getur hann náð öðrum leik? Ég held að Crownless var bara fyrsta leikinn en að muna hvernig þessi persóna spilast, sko. Er hann að skipta? Er verið að skipta? Það er verið að skipta yfir í Anji, þetta er klassist. Er hann eitthvað æfður eða er Anji simply þar sem hann heldur þessi counterinn við öllum þessum pælböngur sem appa hunches? Það er spurningin. Ég hef ekki séð hann á Anji í mótinu eins og er. Var hann eitthvað að taka það í púls eða? Hann tekur oft Anji á móti Chief sem sagt. Þannig að á síðasta móti tók hann Anji á móti Chief ef ég man rétt. Eða allavega á þar síðasta móti. Nær hann hérna með K-inu. 2H-ið nær. Wow, ok. Strax wall break. Wall splat bara immediately. Nei, hann heldur ekki nóg lengi. Og er crossed up. Ég held hann sé ofriðgaður. Nei, þetta kemur núna. Hann þarf 1 round hérna til að muna hvernig persóna spilast. Já, hann hefur bara 1 round sko. Ok, nú reynir Blue Roman cancel að koma sér inn. Þú sér alveg að Anji gerir massive damage en bailar kombóinu. Hann er smá riðgaður. P2 inn. Hér kemur það. Þetta er match point fyrir hann Crownless en hann reynir að matcha úr OK-inu. Hann er aðeins of confident. Flottur, gott damage þetta komið á Slayerinn. Þetta var klikkað. Ok, burstið er farið. Hann nær hana endanum á spinninu. Blokkar cross-upið, blokkar ekki sinna. Hann er komið burst. Hann er það með 2 meter. Þetta wallbreaker að sjálfsögðu. Ef ekki hvað. Það er að blokka. Hann backdashar. Vel gert, flottur. Hann prediktar throwið. Og nær counter hit slash. Hann er enda þarna inni. Hann er enda þarna. Er hann að fara að snúa sig við? Hann er með burst líka. En þá er spurning hvort að Chief skiptir bara yfir í Potemkin. Nær hérna með fyrstnum. Inn í OK. Nú þar. Hann nær ekki að gera jumpin og hratt og Chief mashar út. Burstið er fórið. Barasta. Chief líka verið mjög þolinmóður hérna. Hann er ekki hérna. Nice jump. Hann býst við þessu command throw. Hann veit að Chief vinn þetta universe. Gott, hann er verið vekkinn. Hann whippar 2H-inu held ég.
Þetta er fyrir 2H. Nei, þetta er 2S. Þetta er búið. Hann blokkar crossarið, blokkar ekki seinna. Yes, sir. Og þannig gefur Roman cancel close slash og Chief tekur þetta. Chief er farin áfram og mun keppa núna á móti Moon. Losers Finals. Það sem ég hef heyrt er það að Chief tók Potemkin á mótunum fyrstu 2 leikina í pools. Þannig við sjáum til hvort að hann snúið þessu við Jæja, ég er komin og aftur. spili Slayer. Þetta var rosalegt. Ég var ekki nægilega hitaður upp á Angie, klálega. Já, Var að droppa smá aðeins og mikið af combos. Eða svona, ekki combo, conversions. Ég ítti á heavy slash og mikið svo Rin kom út áður en Fujin. Svo, já, það er akkur ég gerði, eða fum, dótið. Já. Skil koma hennar. Hann var rosalega góður að spacea sig, hann hitti rosalega oft í endanum á spinn. Þannig að það er klárlega eitthvað sem maður þarf að vera hítaður upp á. Það er hvernig maður spila móti Angie, hreinlega. Hérna fáum við að sjá Happy Chaos móti Slayer. Og þegar maður er ekki að reyna bara að ná spinn, maður reynir ekki að grípa sem á að hitta á endanum. En hérna fáum við að sjá það sem að eins og við sjáum oft með Happy Chaos Slayer matchupið þegar við sjáum Chief hérna keppa á móti Happy Chaos er að hann á erfitt með það að komast inn. Ólíkt Chip þá erum við einmitt öfugt vandamál. En ef hann kemst inn er Happy Chaos dáinn. Já. Þannig að þeir eru að hafa dash makróið á réttum stað. Það er á dash macro, það er ekki að spila leikinn án þess. Já, það er totally necessary. Absolutely. Ok, þeir reyna að checka hvort þetta séu ekki allt í hreinu og hérna eru þeir að fara loksins að byrja. Losers Finals, 944 og þeir eru að keppa hérna fyrir annað sæti, eða það er að segja þeir eru að keppa hver lendir ekki í 3. sæti. Jöp. Þegar sjálfsögur stefna þeir síðan að það að keppa á móti Magic hérna í Grand Finals. Og hversu sigraður hvort hann hér, það þarf að spila móti að minnst okkur einu sinni, kannski 2 móti Magic út af Grand Finals reset. Já. Eða True Finals, svo sem við verðum að kalla það. Hérna sjáum við drift. Klassíst. Ok. Herðu, jæja. Byrjar strax hérna með power slashið og nær honum strax í hornið. Chief kominn á bakföldin en nær hann inn með 2H-inu. Hann Moon burstar strax en Chief lætur það ekkert stöðva sig. Hann er að koma með Moon inn í hitt hornið. Nær að koma sér út með 2K 2D inn í Super. Bara reload aðeins. Gay hleypur upp. Nær hann þannig með jump slashinu. Hann reynir 2 whip gun shots. Reynir 2 RNG shots. Hann er að blokka. Með því ekki. Ok. Coverar sig með Roman cancel hann Chief. En nú er Moon aftur á bakfættinu. Nei, hann reynir að hlaupa inn og gleymur að blokka 2H-ið. Já, nei, ég held að hann myndi gera eitthvað annað. Ég segi gleymur að blokka, hann bara blokkaði það ekki. Ok, nær hann er með 2K 2D. Nær ekki hann nær að fara undir cursið. Hann er að... Ok, notar Super til að fá fókus aftur. Hann vil halda honum hérna í burtu. Hann er samt að nota svo mikið fókus með þessi fókus shots. Nær að maður sjúl hérna með 2K hann, Chief. Ég held að hann reyndi að grípa hann Moon. Pælbangar, barasta. Þetta var ekki hvað. Hittir hinum megin við deflect shieldi rétt svo sem það endar. Og inn í vegginn og tekur þetta. Setja í þetta. Wild Assault 2 og Chief tekur hérna fyrsta leik. 1-0.
Ok, báðir búin með burst. Reyna að kýla sig inn, næra að kýla sig inn. Punch. Ó, hann næri ekki að punisha. Ó, hann næri hann hérna með close slashinu. Ég held að mappa hans sé frekar gott move. Ó, Reynir næri að ekki. bakta sig hérna þróið. Mjög gott hjá hann að backdasha þetta. Hann er cursed, hann næri ekki að hoppa yfir það. Næri ekki að blokka þetta, við erum ekki 2.0 strax. Ó, hann næri hérna með hælbankarunum. Já. Og ég barast að þetta er rosa... Ó, hann næri ekki að blokka þetta. Hann Það reynir slipar ekki 6, hann 1-2 punch. reyndi örgulega 6p eða eitthvað. Það er simple 1-2 punch og hann er... Strax komið niður í 10% health. Skippa neutral. Býttu næri að converta hérna af Já, bara Wild Assaultinu. ég held að smá spaghetti í gangi hér. En 2-0 handa Crownus Chief. Og það er hérna match round. Moon er ekki að ná að ekki wallbreak hann. Hann er ekki að ná momentum. Hann er ekki að ná að setja leikinn í sína hlið. Það sem hann vill einmitt núna er bara, hann nær counter-hitinu en Chief burstar. Nær að taka hann úr hérna mappa-hansinu. Og hann whiff bara 2H. Nú er Chief í smá vandræðum. Þegar nú er Moon með, með leikinn bak við sig. Hann er með 2 mínútur. Ákveður ekki að wallbreaka. Nær hann að hann 6B. Nær crossa en clashar samt. Nær throw! Þetta var gott hjá hennum. Risky út af það hægt að gera Hann getur náttúrulega að gera command throwið. weapon, já. Næra hérna hopp bara undir hann, low profile hoppið með 2S en síðan 6B. Það setja resource í þetta. Þetta er Ok, næra yellow run að cancela. Hann vill ekki gefa Chief chansinn að fá momentumið. Hann næra fucking dandi. Hann næra helviti standi steppa það. Helviti enda brótið. Ég kláraði ekki orðið, for sure. Helviti enda... Hann næri ekki að dandi steppa það. Hann dandi steppar það bara að segja. Ég knúðaði, damn it. Jájá, ok. Match point. Gerist það alla. Sjáum hvort Moon er að koma sér í leik 4. Reynað. Eða hvort þetta hann enda með næri leik hérna 3. wallbreakinu. Nú er Moon Chief búinn að hefur fá það sem hann burst. vill. Gott safe En hann jump. nær ekki að blokka Og hérna wallbreak. safe jumpi. Og nú er Báðir hafa burst. Moon hefur miklu meira af bar en Nú er Chief Hann- komið með Chief positive hefur- bonusinn. Chief hafði positive bonus og ok, en núna neutral. Hann er að Þetta catcha gæi- hérna 2K. Já. Nei, þetta er ekki búið. Hann nær að runa með close slashinu. Okkar tech guy var aðeins svo premature. Já. Það er mikið premature hlutum hérna í þessu móti. Þú er premature. Ok. Heyrðu, En já, þarna kemur tekur þetta. Chief þetta Chief er komin 3-0. í Grand Finals. Nær að snúa sig við frá pools. á Moon móti vann Magic. Chief náttúrulega í pools. En núna er þetta rematch á móti Magic og The Já. Chief. Það sem hann tapaði móti Magic í Winners. Í fyrsta þarna, í Winners Semifinals náttúrulega. Svo núna þarf hann að vinna móti Magic tvisvar í röð. Já. En það er ekki lett að sigra hann einu sinni í röð, svo þú veist. Það er ekki auðvelt. Það er ekki einu sinni auðvelt að ná round á honum. Þannig hér er hann með Shakinson. Já. Sjáum til. Jæja. Herðu, nú fáum við að sjá aftur Slayer vs. Chief. En nú er spurning hvort hann ætla að breyta einn strategíinu sinni. Því að hann var bara simply að komast í gegnum alla pressun hans. Hann bara komst í gegnum allt. Hann var bara að komast í gegnum það, komast frá honum léttilega. Og Chief gæti ekki gert það saman við hann. Þetta var... Chief getur náttúrulega ekki einu sinni DP beitað út af því að hann er svo mínus náttúrulega langt recovery á dashin hans, er það ekki? Hann getur bara víst DP bait. Hann getur DP beita, jú. Já, hann getur að ég er að ruggla.
Slayer hefur alveg, ekki drepinn af DPs, DPs er góð mótunum og hér er krakki fyrir aftan mig. Heyrðu, ég vil fá að sjá hvernig Chief ætlar að tækla það því að það sem að gerist áðan var að Magic fékk pínu bara smá momentum með því að vinna fyrsta leikinn og hann hélt því bara smá. Sjáum hvort það gerist aftur eða hvort hann velur lag hann Thomas. Það bara setja sig eitthvað stuð í hana. Já, hérna viljum við sem sagt hérna erum við sem sagt að byrja á Button punch-up. check. Já. Það er lítið hægt að segja sem var ekki búið að segja áðan í matchinu þeirra. En Labbandi. þeir eru að fara úr leiknum, hérna Já, það er eitthvað tæknivandamál. Eitthvað virkar ekki hjá þeim. Þetta er Magic og lyklabróðans. Þetta er, Það er alltaf að trufla í okkur. það er krakki að bora í nefustið fyrir aftan mig. Já, alveg óþarf að segja hann sé að bora í nefið sitt. Nei. Það Ég held að er basically eins og að gefa það upp gefur- pennutölun hans. það gefur bestu myndu hvað ég er að sjá hér. Vonum að Magic og Chief eru ekki krakkar að bora í nefið sitt og spila bara mjög vel. Krakkinn er aftur að fara að kíkja á leikinn en við þurfum að fá Hann- hann hérna í núna- burtu svo hann sé ekki núna að trufla. Núna er hann fyrir aftan Anna button check, button check. Já, það var náttúrulega ekki, það náðist ekki að klára button checkið að náða hann. Út af því að þeir þurfa að exita og opna leikinn aftur. Já, Eitthvað virkar ekki, en Þetta er- skemmtilegt. þetta er svekkjandi að þetta gerist í Grand Finals. Hérna, við bara býðum, heyrðu, ok, þeir eru að ná að íta takkan sína. Ok, tímst að halda áfram að tala um hvernig ekki hata Chip Ok, Sanoff. endilega, ok, við Ok. höldum áfram með þá umræðu. Chip Sanoff hefur mjög góð takka. Ok, ég hef ekki með það. Ég hef á tilfinningunni að þú hatar ekki Chip Sanoff, ég hef á tilfinningunni að þér finnst bara pirrandi að spila á móti Magic. Nei, ég hata Chip. Þegar ég finn einhvern Chip online þá er það ekki skemmtilegt. Ok, en er það ekki meira Pavlov-effekt út af Nei, Magic? ég hef aldrei fundið skemmtilegt að spila mót honum. Ok. Mér líður ekki eins og ég er að vinna mót honum fyrir en ég vinn. Like, Þetta geti hafa verið mest nonsense statement ever. hugsa um þetta. Ég er Mér ekki að vinna. líður ekki eins og ég sé að vinna nema þegar ég er að vinna. Nei, þegar ég vinn, þegar ég er búinn að vinna. Ó, ég Ég skil hef- hvað meina. Ég hef aldrei tilfinning að ég er að vinna mót honum fyrir en hann er dauður. En vanlega deyr frekar hratt, en það er ekki skemmtilegt að vera bara, ok, hvað er í gangi allan tíman. Nei, það er ekki rétt. Þetta er pínu svona hvernig Million Chip virka. Það er bara pínu... Hann er bara allstaðar, sem auðvitað þetta er Chip, hann á að vera allstaðar. Það er leiðilegt. Já, Það er leiðilegt að vera það er mótið því. perandi. Það er... Chess- Þetta er pínu eins og ég þetta byrja þetta saman við eitthvað. Ég veit að þetta er ekki alveg sambarlegt vegna þess að Sin er honest low tier. Hann er honest low tier. Lord Knight sagði það. Lord Knight sagði að hann var honest mid low tier. En það er pínu svona þegar ég er að spila á móti Sin þá er ég bara, ok, ég þarf að bíða þangað til að hann klára stefna sig og þá má ég gera. Mér Þá líður má ég íta á takka. Mér líður þannig með Chip nema ég má aldrei íta taka. Það er sanngjarnt. Það er eins og hann hefur stamina án þess að hafa stamina. Það er náttúrulega hægt að interrupta hann í klónanum sínum, svo mér finnst eins og það sé ekki alveg Það er alveg hægt að interrupta Sin í fulltastoffinu sínu. ekki ef hann er með stamina, þá ger hann sér safe. Á stöðunum þar sem hann ætti að vera unsafe. Hann er alveg, þú getur þess að kalla út stuffið hans með því að gera 6Ps, Já, þú með því að, getur gert með því að Tupi, grabba þú getur hann. gert Tupi ef hann Það er fyrir Gazelle ég er bara step. að segja varðandi klónudótið, það er ekki, Það er ekki maður get- uník við Chip, ég veit. maður getur bara, maður getur hitt klónan. Er maður alltaf að hitta klónan? Nei. Hann fær þessi pulse frames. Nothing you can do. Nei, ég Og hann getur frame trappað þig á öðru sér hátt. Ég skil kominar, en ég er bara búinn að fá það hugafar að ég hati ekki neitt karakter í þessum leik nema Elfheld.
Ég hati ekki eins og Elfeld, nei, Elfeld, ég hati ekki eins og Elfeld. Elfeld er like svo ekki bad. Ég þól ekki Elfeld út af sömu ástæð, ég þól ekki Elfeld út af sömu ástæð, ég þól ekki Angelito. Just DP. Já, ég veit ekki. Nei, með Elfeld, það er akkur í neutral get ég spila neutral við Elfeld. Nei, Elfeld er mjög fín karakter að berast móti, það er bara ég sjálfur þól ekki 50-50 rekka sem eru 100% sem eru ekki fuzzable vegna þess að það gera það þannig að þetta er vinna skill og meira bara gisk. Eina skipti sem ég næ að vinna chip í neutral er ef ég bara fæ hana á defense er að ég DP hann eða bara næ að call út eitthvað offensive sem hann gerir eða ég spila Anju ég spinna. Það er spela bara Anju guys, það er hvernig speeda chip og svo beata chip þig með því að whiff punisha þig. Já. Og þú getur ekki whiff punisha chip, nei. Ef þú whiff punisha chip. Ég get ekki whiff punisha Sin. Þú ættir að geta whiff punisha Sin, það er hann er mínus like 18 á. Já en ég specifically get ekki whiff punisha Sin. Já það er þú. Þú ert upper middle class complaining to the lower middle class. Okay. Og ég að korta þetta af Elfeld sem er actual poor, actual Oliver Twist levels of poor. Not really. Mér líður eins og leikurinn er mjög vel balanced fyrir utan chip og Happy Chaos. Og Potemkin Anju. Þetta er eins biased take og það getur orðið. Nei, ekkert bias hér. Það er mjög mikið technical difficulties. Þeir eru samt að opna leikinn þannig að sýnist mér. Ok, það er Borinchak í gangi. Ef ekki að... hann Arnur Og ég heyrði ykkur burst, þannig að við getum verið að byrja í hennan. Getum við byrja að sjá real chip stand fair honest mid-tier gameplay. Já, eins og Slayer sé honest og mid-tier. Let's not kid ourselves. Hann er ekki honest og hann er ekki mid-tier. Ok. Hann er dishonest high-tier. Ok. Og hvað er það fást? Dishonest low tier? Já. Ok. Smá stray á Mr. Yopi. Ok, byrja hérna á 2D-inu. Ok, en Chip bara backdashar það því að hann er með svo gott backdash. Vissið þú að Slayer 2D í Sin Roundsword er unbeatable fyrir utan eitt very specific option að tapa mútið öll hinn optionum sem hann hefur? Nei, gott ég vissi barinn. það ekki. Já. Block. Jump. Block Roundsword og hann fer í jump á Sin og hann bara close dasha mig. Hann recover nú og þetta close dasha. Jump backdash, en já. Jump backdash JS er eina leginn sem sér að. Báðir er mjög low health. Magic hefur mjög mikið mýru. Báðir throwbreaka hérna. Þetta er mjög... Er að spila varkárlega. Hann fer undir alpha en hann er að 6p hann. Gott 6p hjá Mr. Chief. First blood. Á þessu Það er hérna að punisha 6k-ið. Já, blokkar 2D-ið. Þetta var 6k. Right, ég er að gleyma því að ég er að mixa sig upp með Leo Whitefang 2D og sem hann gerir einmitt sama hlutin. Já, hann er aðeins niðri, pingulegra. Ok, simple clean. Magic hefur mjög mikið mýrur samt, svo það er að passa sig á því. Gerir ekki BRC og Guy... blokkar ekki, hann er svo spenntur. Hefði örugglega verið dauður, dauður. Fyrsta leikur til Crown Chief. Ok, Chief byrjar þetta vel, hann er greinlega búinn að fá ykkur nýja strategíu hérna. Mér líður eins og hann hitar upp, út af þegar ég spila á fyrsta leikinn, mér leikir eins og hann hitar upp. Og svo síðasta leikinn, hann hitar upp. Mappa hann sem whiffar því, blokkar inn að tight-dropið. Það er einu 2H. 2H á móti mappa hans, ég veit ekki alveg hvað hugsunum þar er. Ég held að 2H sem er frekar stótt hitbox, en ég veit það ekki. Já, en hann er framönd, það er ekki... Hann getur líka gert það úr 2S like for free, þótt hann whiffi.
Hann getur gert 2S inn í 2H bara like for free, svo hann á það til að gera það. Næra að catcha hérna 2K-ið. Nei, máli hann gerði, ég tala hann gerði, Chief gerði mappa hans. Já. Hann blokkaði það, hann var like plus eitthvað. Já. Oi, whiffa DP-inu. Bad DP, bad DP. Ég myndi aldrei gera svona DP, oink. Nei, ég gerði svona 5 svona DP á móti honum. Og næra hann hérna með komandróinu, inn í Oh, perfect. perfect, þetta er, Og klára, hann hefur leikur nummer 2 momentum. strax búinn, vámaður. Chief ætlar að Ekki taka til, þetta reset. þetta er ekki tilhugsun fyrir Thomas að skipta um karakter. Þótt hann hefur like 5 aðra karaktera. Það vill spila Chief, það er ekkert að því. Bara ekkert á því, það er bara, Þú vilt bara sjá Chip farin af skjánu þínu. alveg sé, já, ég gerum á. Næra hún hérna með overheadinu. Ég vil segja, Oi, næra ég vil segja, counterhitta hérna. ég vil segja Summit var cool shit. Ok, Yellow Roman cancel hérna cross-upið. Hittur á lóinu inn í overheadið. Þrátt fyrir að það sé ekki true. Ok, ekki match point. Gæti strax. Gætir að taka hérna comeback. Ég kom með reipið. Nær 6p. Inn í cross-up, inn í annað cross-up. Þetta er Þetta er- double cross-upið sem er svo hættulegt frá Hann Honum fer Slayer. hann fer ekki í loop en hann nær hann í hortnið. Gott Næra. 5k, og þetta er 5k mjög gott. Já, hann coverar inn approachið og nú er reset point fyrir hann Chief. Sjáum hvernig þetta gengur. Blokkar ekki low. Hann er ekki að blokka low. Hann er líka bara að búast við overheads, sko. Já, hann blokkaði lóð þannig, það fánaður. Já, ég er ánægður núna. Ok, Það fyrir að spyrja. ok, hann næra að blokka inn að cross-upið hans Chief, hann Magic, en næra hann hérna með lóinu, inn í Ó. burst beatið. Ó, nær ekki converta frá þessu samt. Hann er að býða, hann býður scared. Ok, næra hann með DP-inu hérna. En hann coverar jumpið með JK-inu, hann Chief. Mappa hans inn í Þetta ætti að vera inn í dauði. gæði sem er að reyna að flýja. Hann á það til að nota Wild Assault helvíti mikið, hann Chief. Hann er ekki trendin það að missa burstið sitt. Ég meina, ef hann heldur að mun drepa, þá... Það er það rétt, það er sanngjönd. Þá er þetta Og þá reset. point. Og þá erum við að taka inn að tournament final. Hann Thomas er ekki þess að hugsa um það. Ég held treyst á Chipperson. Hann þarf bara aðeins að Það lock gæti in. verið smá riðgæður að hérna karkarna. Inn í 2H, inn í Alpha Blade, inn í klóna. Þetta eru loops. Þetta er positive bonus og wall break. Ok, nice að fá positive bonus hérna. Er samt kildur. Inn í vegginn og hann Chief fæði sinn eigin positive bonus. Dandicep er Loomscott, þú veist, reversal option. Og það hendi setja hann svo langt í burtu. Það lúms gott að bara fá fólk til að whiffa. Hoppar ekki yfir 2H-ið. Nei! Það var meira plus en hann hélt. Bad grab. Hann notar hérna deflect shield en það er ekkert úr því. Hann whiffar hérna DP-inu. Bara Þetta er ekki það. nóg gott. Ég held að hann sé að reyna að gera þarna low overhead rekkaðið. Ég held að hann sé að reyna að fara inn í það. Þarna? Frá YRC, ertu alveg sem var ekki bara að gera DP út að hann bjóst við barinn eftir YRC? Og nær Universe og Chief tekur hérna perfect Perfect, leik af ok, fyrsta þetta er- leik á tournament point. Að tournament game, það er að segja. Þetta er einn leikur fyrir Crownless Chief. Það er hérna með 6H-unu. Whiffar overheadið. Er þetta combo? Þetta er ekki combo. Inn í overhead frá Magic hérna. Inn í tight drove, ég trúi ekki að þetta jugglar honum. Já, nei, það er chip combo frá Basic Ugly. Ok, nice Ég- purple Roman cancel, nei, það er gerir unfair. jump Hann safe. þarf að nota Roman Cancel combo á Nær með hérna það. með H-unu. Ég er að vera unfair. Chip þarf að nota Roman Cancel til þess að
til þess að þú veist, gera almennilega combos. Inn í annað? Nei. Hann var að DP pitja þarna. Þannig kemur þetta super. Ætti að fá gott knockdown frá þessu. Rosalega mikið damage sem hann fæði hana. Nice purple woman cancel. Næra whip punish hann hérna. Hann næra ekki að konverta inn í command throwið og inn í universe. Og þá er þetta Hann var ekkert að búast við DP-inu þannig. 1-1 á þessum leik. Sjáum hvort matchin er að gera stöðuna 1-1. 6p frá Chief hérna inn Hann er bara að fara allar leiðir. Þetta 6 er gott. Er samt Magic að fara að ná að stöðva hérna momentumið hans Chief af 4 leikjum í röð. Vonum það væri mjög áhugavert. Ég held þú hatt þetta, Chief. Já, ég hafði ekki Magic. Nei, hann nær hann við DP-inu. Og hann Magic nær að snúa sér við. Hann tekur einn leik. Sástu þetta Oki frá DP? Ég sá það. Ég mun halda áfram að segja þetta. Það er mjög privileged hlutis að hafa. Ákveð hann stoppaði winning streaki hans. Sjáum hvort hann Nær að halda þessu momentum hann Magic. Þetta hefði verið wall break. Ekki wall break. Hann vil halda hann í hortinu. Nær með jump slashinu. Og nær hann hérna með Dandy step. Nær ekki loop. Blokkar hérna overhead cross-upið. Og hann heldur honum frá því að halda áfram. Inn í vegginn. Ok, 5k, Ekki nóg mikið tension fyrir Super. rope 5k er mjög cool, ég kan segja. Veitu hvað var í gangi þannig? Hann 5k-aði en var ekki hittur af autoflightinu. Hann Chief var bara eitt gott hit og hann nær einu round. Nær honum hérna með power slashinu. Og catchar Þetta er ekki dance-step, heldur dashið. Þetta var bara eitt af dashinum, ég man ekki hvort. Ég sá ekki hvort. Og nær hann við með overheadinu. Inn í super juggle. En nær ekki að konverta inn í wall splat. Þetta er góð pressa í honum, command grab. Þetta er rosalegt. Og nær honum hérna Þetta er með 6K. overhead 6k-nu. Hann var ekki búið svo í. Og tekur hérna round af Chief. Og perfect rann. Þetta er momentum. Hann er snúið sér við. Sjáum hvort hann Chief getur adaptað eða hvort hann á endanum leifir Magic í fyrsta sinn að taka Grand Finals. Já, Að það er ekki taka hann að allt leifa mótið. honum neitt. Nær hann með 5D en nær ekki að konverta í neitt. Ok, burstar hann hérna í hornið. Chief er aftur komin hérna inn. Mappa hans. Nær að bakta þessu 6p hans Magic. Nær ekki að konverta af counter hit clashinu. Hælbunkerinn inn í vegginn. Er ekki með Mirror fyrir Super en nú þarf hann bara aftur eitt gott hit en Magic ætlar að taka þetta því að hann ætlar að klára þetta combo. Hann droppar honum Droppaði. inn í mappa hansinn og hann Chief nær að taka þetta. Hann hafði 2 bars, hann gæti gert svo mikið. En þetta er bara Svekkur. þetta er svekkjandi. Hann næði bara þessum leik. Ok, inn í Kannski. cross-upið sem að Magic blokkar. DP-ar hann er að búast við þessu 3. power slash eins og alltaf. Sástu hann fekk OK for force. Ætlar að segja þetta í hvert einasta skipti? Ég veit ekki hvað þetta skiptir. Ok, Ég nær að juggla hann hérna í hornið. Er ekki með Mirror í Super, svo hann Chief kemst út. Inn í counter hit fall slash sem hann nær að Dandy step að blokkar burstið. Inn í pop-up loops, nei. Það er ekki, hann blokkar ekki close slashið. Nær að approacha með mappa hans. Það getur verið að Magic sé að panika. Hann bakkar sér hérna 2S-ið hans. Hann næði close sessionu. Jæja, tournament point. Er þetta ekki power slash þar við gerum svona... Hann gerði ekki fyrst close slash, ég kannski það ekki Alltaf hana. Tournament point. Já, það er rétt sér. Crownless Hann þarf að snúa sér við hérna. hann hefur
Mega burst. Þetta var rosalegt hjá barasta. Og þetta er það. Og hann nær honum við Crownless pálböngurinum og Crownless Chief heldur sér Crown. Annað mót. Crown tekur þetta. Ég var að búast við. Ég held að þetta myndi vera Magic upset. Ég held að Magic já. Þetta var ekki alveg up til þetta. Þetta er fyrsta móti sem hann myndi vinna, væri það ekki þann sem upset? Kannski. Já, allavega Hann er smá þetta var svektur, síns mér. gríðarlega vel gert hjá þeim báðum. Mjög góður leikur. Það er svekkjandi að tapa resettinu, en þetta er gríðarlega vel spilað hjá báðum leikmönnum. Chief er bara of sterkur. Hann er of gamall, hann er búinn að vera spilað of lengi. Old man. I'm old! My daughter of Flawless will get that one. En ég held að hann geti farið, Magic geti farið sáttur heim vitandi að hann er betri heldur en allir hérna fyrir utan Chief. Mikið betri. Ok, wow. Þú ert ekki róðið hann, þú varst 3-0. Moon er bank for sure. Ok, sorry, Moon. Hann er rétt þar, hann er að horfa. En 3-0-aði hann ekki þig líka, eða? Jú, það bara gerist stundum. Það er þetta rétt. Hvað? Ekki hann að koma að hilsa upp á okkur. Bara... Hann er eitt af okkur besta. Já. Hann er einn af okkur bestu leikmönnum. Hérna er Chief að segja bless við okkur þótt hann ætlar að vera hérna eftir að taka myndina, er það ekki? Til að setja hérna á Instagramið. Ég var að fatta, ég fæ ekki að taka mynd. Þú fær heldur engan vinning. Ó nei, auðvitað 900 krónuna þínar. Þetta er svo svekkjandi. Ég hefði 1000 og eitthvað krónur. Það hefði getað farið beint í ferðina. Já. En ég fæ að taka 2x KO mynd. Út af það glemdi síðast. Ég verði náttúrulega að fá athygli í lok mót, sko. Þannig að hérna... Já, greinlega. Takk allir sem mættu og takk allir sem horfðu á. Næsta mót verður 4. laugardaginn, 4. apríl. Út af því að 5. apríl er sunnudagur, þá er páskasunnudagur. Ég held að fólk vilja frekar bara vera heima að éta páskaegg. En við ætlum að hafa 2SKO og með öllum líkindum eftir 2SKO mótið verður Street Fighter 6 mót líka, en það verður ekki streymt, þannig að þeir sem að vilja spila Street Fighter 6 endilega skráðu ykkur og það verður gaman að sjá sem flesta. Og síðan er ennþá verið að áætla hvort það verður Tekken 8 eða Tekken 7. 12. held ég, apríl. Og næsta Guilty Gear mót verður í, verður í 2.0. Þannig að það er spennandi að sjá hvernig það verður. Hvort það verður einhver jams þarna eða hvort það verður búið að breyta einhverju. Ef einhver verður jam þá var það 100% match. Ég er að fara að mæta sem jam sko, ég er að fara að taka. Hún er að fara að vera besta. Ok. Heyrðu, ég þakka öllum fyrir að horfa og við verðum bara sjáumst aftur bráðlega. Bless.